Komið sæl og velkomin að Rauðaborðinu miðvikudagskvöldið 2. apríl. Ég heiti María Liljá, hjá mér Oddný Eir. Vertu velkomin til borðs. Hvernig hefur það í dag? Já, bara ágætt, takk fyrir. Það komið vor. Já, vor, kalt vor. Já, svolítið kalt. En fallegt, ansi fallegt. Allavega hérna á höfuðborgarsvæðinu það fyrir ekki mikið fyrir gosmóðu eins og eldgos búið. Eldgos búið, einhvern veginn ég nú ein af þeim, ég held að það sé að fara að koma bara eitthvað meira sko. Já, þú og jarðfræðingarnir eru svona fyrir það svo mikið ný tíðindi því þegar þetta verður næstu árin eða aldirnar verður þannig eitthvað meira að koma. Já. En ég meina sko svona þetta sé undanfarið svona eitthvað sprengigos. Já, það eru þegar sumir vilja minna það, ef þú vilja hafa áfram varúðastigið svona í efstu hæðum, en það var lækkað, skilst mér í morgun. En hér höfum við stórkostlega þátt, bara svona eins og endra nær. Við lokum hér kvöldi á þínu spjalli við Guðröð. Já, Guðröður Atli Jónsson, hann tæknimaður, sósíalisti, hann ætlar að ræða við mig það sem ógnar lýðræðinu kannski helst núna, það þessir auðhringir eða tækni auðvald. Ég ræddi þetta í vikunni og svona við ætluðum að síðustu viku og bað Guðröðum að horfa á það og fylgjast með umræðina því að þetta eitthvað sem við verðum eiginlega að halda svolítið áfram með og tilfinningin þess að við verðum að halda vök okkar gagnvart þessu og fljóta ekki sofandi að feigðarósi. Og hann lýsir og hann alltaf bara notar tækni mikið og er í því að þróa tækni lausnir og svo leiðis, þannig að þetta hans svona heimur en svo fylgist hann líka bara vel með því sem að gerast akkurat núna, segir hann og það er mjög gaman að heyra í honum bara lýsa þessum atburðum, heimssögulegu atburðum sem lýsa sér akkurat eins og tölvuleikur. Og hann vísar einmitt í tölvuleik sem hann lék, þannig að ég vissi ekki á tímabil hvort hann var að lýsa þarna einhverjum tölvuleik eða ástandur sérstaklega í Bandaríkjunum. Þá maður komin á svolítið undarlegast að þegar maður veit ekki hvort raunveruleika eða tölvuleikur sem stattur í. En þetta er eiginlega svona svolítið málmálana þessi þróun og þessir ólíkarkar og tækni tröll þeir hafa svona lýst yfir þessum vilja sínum til þess að svona grafa svolítið undan þeir sem að við þekkjum sem lýðræðislega kerfi, þeir vilja bara reka samfélög eins og fyrirtæki. Það er bara einn svona CEO og svo undirmenn og þetta verði bara allt við verðum bara ein stór kapitalísk maskína. Spennandi. Ofsalega spennandi. Við verðum allavega að vita hvað í gangi og svona pæliði. Já, þetta er mikilvægt mál. Margrét Tryggvadóttir rithöfundur, hún segir Gunnari Smára frá deilum og átökum innan borgarhreyfingarinnar, stjórnmálahreyfingar sem klofnaði og sprakk. Borgarhreyfingin, hún á ekki langlíf, en hún setti nú ákveðið svona mark á íslenska sögu, pólitíska sögu. Já, og Margrét einmitt skrifaði bók, Útistöður, þessar deilur allar. Og mér fannst það að vera mjög áhugavert þar sem að einmitt hlaka til að hlusta á þetta viðtal þar sem hún að draga lærdóm af deilunum, í staðinn fyrir að segja bara eitthvað deilurnar sópa yfir þær alltaf, því þær þetta geta verið mjög lærdómsríkar svona deilur og átök í svona hreyfingum á átakatímum. Margrét gæti líka rætt ýmislegt annað, til dæmis einmitt varðandi tæknimálin. Hún er formaður Rithöfundasambandsins og var að senda frá sér tilkynningu til félagsmanna núna í vikunni held ég. Eða síðustu viku, maður rugla vikunum saman. Varðandi þessar svona tækni auðhringi sem er dálítið reyna að vekja Rithöfunda að þeir séu eitthvað á verði. En áhugavert. Við rákum hljóðnema framan í fólk og á þjóðabókhlöðunni í dag og fengum örfáa vaska nemendur til þess að svara opinni spurningu fjölmiðla og líka þessi tæknimál svona aðeins hvort og AI og ýmislegt. Alltaf gaman að fara út með
hljóðnemann. Já, það hefði nú verið hægt að fá sko, það var ansi mögnuð samræða sem kallast off record, sem sagt. Já, það vil nefnilega oft verða þannig, en þau samtölu sem að þó rötuðu on record, þau voru nokkuð góð. Þá við segjum frétta brottvísun, Jón Sigurðsson lögmaður, hann kemur hér og segir frá máli Sarah Hussein og Farah Mohammed, dóttur hennar, rosaflókið mál, en ein brottvísunin, en í þetta skipti við að tala móður sem vegna veikinda komin í hjólastól, dóttur hennar sem 17 ára og í Flensborg, sem verið að vísa héðan burt bara í fyrramálið til Kýpur, þar sem aðstæður eru hræðilegar í flóttamannabúðum og hefur sko verið og Kýpur ámynd oft á mörgu sinu fyrir slæmar aðstæður. Þær fengu sér satt ekki dvalarleyfi og ekki hefur verið tekið svona tillit til sérstaka aðstæðna í þeirra lífi en þær eru sendar sérst á þeim grundvelli að það sé þarna einhver faðir í spilinu en þegar að föðurnum var brottvísað héðan að landi á undan þeim þá fer hann til Eþíópíu, tekin inn í stríð og núna horfinn. Þannig að þetta alveg svona rosalega þungt mál. Eitt af þessum málum einhvern veginn sem að maður bara eiginlega setur hljóðan yfir, þetta er skelfing. Svona brútal og engin einhvern veginn umræði í kring og bara, já, gerist svona bak við tjöldin og það sem maður eiginlega var að vona kannski að hefði orðið einhver vegna þrýstings sko, að þessi mál væru Íslendingar myndi nú ekki vera alveg svona glæpsamlegir í þessum brottvísunarmálum en það svoleiðis bara að það ennþá bara verið að já, það bara þessi alda brottvísuna og það þessi sko þetta miskunnarleysi og eins og í þessu tilfelli þá þessi ákvörðun brottvísun, ég meina þær fá þessa tvöföldu neitun Jón Sigurðsson lögmaður fær málið þeirra inn til sín þegar stúlkan leitar til hans, þetta 17 ára stúlka sem einhvern veginn orðin að málsvara móður sinnar vegna þess að hún svo mikið veik og hún hefur samband þarna við Jón Sigurðsson sem lögmaður og hann fer að setja sig inn í þetta mál og safna nýjum gögnum og með breyttu veruleika og þá eins og bara klift í einhvers konar hjól fara að snúast og þurfi að drífa sig í að vísa þeim burt og ákvörðunum það var bara verið tekin bara í skjölu nætur. Þetta kom honum algjörlega óverum. Og fekkst þú hann hingað í stúdíóið? Já, hann hér og allar ræðu okkur. En við ætlum að byrja á viðtali við Ólaf Hauk Símonarson, leikskáld og Þorsteinn Jónsson sem kom og spilaði við Gunnar Smára. Hann kvikmyndagerðarmaður og báðir eru þeir rithöfundar líka. Akkurat, miklir snillingar. Ólafur Haukur náttúrulega bara þvílíkur. Já, hann svona máttarstólpi. Menningar máttarstólpi. Hann hafði bara breytti eiginlega svona unglingamenningu og já, bara ákveðinni hann mjög mikið svona brautryðandi í ákveðnum tegundum af skrifum sem svona miðlaði ákveðnum reynsluheimi fyrir held ég veit ekki, þú ert kannski svo mikið yngri ég sko, allavega fyrir mína kynslóð hann tjáði allavega þennan reynsluheim svolítið. Það þeir alltaf koma og ræða heimildarmyndir sem þeir gerðu fyrir Ríkisútvarpið og Fisk undir steini menningarneyslu í Sjávarþorpinu Grindavík, þetta nú viðeigandi svona í ljósi aðstæðna. Þetta var svona nett skandalmynd á sínu tíma held ég, eða vekti svona miklar umræður þessi mynd þeirra Fiskur undir steini kom út hvað 1974 já. En við byrjum á stiklu eða á umræðu þætti frá 1974. Stiklu úr umræðu þætti Fisk undir steini. Þetta var mjög takk fyrir að taka þennan bolti, þetta var svo flókið fyrir mig. Þetta sagt, við byrjum hér á stuttu broti úr umræðu þætti frá 1974 Fisk undir steini sem var svona endurspegla kannski þessa harkalegu viðtökur sem
sem að myndi fekk á sínum tíma og hérna við byrðum ykkur hlustendur og áhorfundur góðir að doka bara við því að það örskammar auglýsingar og svo fáum við hér brot úr umræðuþætti og eftir það bara óbærslega gott samtal um lífið og daginn. Hjálpið okkur að byggja upp dreifikerfi samstöðvarinnar með því að læka síður samstöðvarinnar á YouTube og Facebook. Samlokubrauð, maltbrauð, tékkneskt-brauð, súrdeigsbrauð, brauð ársins, Bernhöfts bakari, íslenskt handverk síðan 1834. Þarftan að tala af borgarfulltrúa. Borgarfulltrúar Sósíalistaflokksins eru með viðtalstíma alla mánudaga klukkan 13:30 til 14:30. Það þarf ekkert að bóka tíma, endilega kikið við í Bólholt 6, 105 Reykjavík. Með því að ganga í leigjendasamtökin styður þú baráttu leigjenda. Leigjendasamtökin eru fyrir öll þau sem vilja vinna að réttlæti og öryggi á húsnæðismarkaði. Leigjendasamtökin.is Sjávarþorp. Já, hvernig ætli sé háttað menningar og listalífi svona plássi? Skyldu allir menn hafa tækifæri á að njóta fagurra lista og menningar? Er sjávarþorpið og lífið í því raunverulega eins og þessar myndir sína? Í útjaðri þorpsins þar sem hraunsjórinn mætir byggðinni stendur félagsheimili. Mikil bygging úr steinsteypu og gleri. Þetta hús hefur kostað milljónatugi. Þó aðeins rúmlega helmingur risinn. Leikhús og bíóálma ennþá bara til á teikningunni. Hér áður var notast við gamalt kvenfélagshús fyrir samkundur og skemmtanir. Grindavík í frétta núna, það hefur verið það lengi, en nú ætlum við að ræða Grindavík kannski frá svona öðru sjónarhorni, þannig að á þarnæsta sunnudag, á Pálmasundag, þá ég held að sé kallað Bíótek sem kvikmyndasafnið með í Bíó Paradís, að þá verður sýnd sögufræg heimildamynd sem heitir Fiskur undir steini og fjallaði Grindavík á sínum tíma og vakti, ég myndi segja bara úlfúð í samfélaginu. Þetta var 1974, ég var 13 ára og mér finnst ég bara muna eftir þessu eins og það hefði gerst í gær. Það voru auka þættir í sjónvarpinu minni til þess að ræða það hvað verið hæft í þessum árásum kvikmyndagerðarmanna á Grindavík. Og hingað eru komnir kvikmyndagerðarmennirnir. Það eru Þorsteinn Jónsson, leikstjóri, og Ólafur Haukur Símonarson. Hvað varst þú titlaður í myndinni? Það er ekki að vera höfundur að heimildamynd eða? Það er ekki hugmynd, það mann það ekki. Við unnum þetta bara saman. Já, þetta er myndin ykkar. Óli hélt á hljóðnemanum og ég hélt á myndavélum. En er þetta ekki rétt sem ég er að segja að það varð eiginlega allt vittlust við sýningu þessar mynd? Það er eiginlega hægt að segja að það hafi orðið menningarbylting í kjölfarið á myndinni. Nú? Og við vorum að vekja athygli á því að það væru mannréttindi að njóta menningar og hafa aðgang að henni og förum þarna og ætlum að lýsa því og komumst að því að þetta eru vinnubúðir. Þetta voru vinnubúðir, fyrst og fremst. Svona verbúð. Já,
og við í byrjun myndarinnar þá stendur skýrt og skorinort að þetta sé ekki mynd Grindavík, heldur sjávarpláss á Íslandi á þeim tíma. Og þá fara allir að stað að sýna þessi menningarpláss, öll þorp og bæir út all land fara að stað að setja upp leiksýningar og halda málverkasýningar og ég veit ekki hvað. Og umræðan gekk í heilt ár. Ja, myndir hafi valdi menningabyltingu í þeim skilningi að það var verið að fara að ýta undir menningu í sjávarplássum. Já. Já, ég held að mér nú fullir það, þetta var ná svolítil áminning það að eins og allir vita að lífið var ekki bara snúst fisk og einhverju fiski tengt það er margt annað sem að setur lit á tilveruna en það var svona, ég held að þetta hafi verið svona frekar erfitt tímabil þarna í Grindavík á þessum tíma annars ég geti svo sem hafi nokkuð gögn sérstökum það en það er enga síður ljóst að þarna var eitthvað deyfða tímabil. Það hafði verið þarna talsvert af listamönnum, þjóðþekktum síðar listamönnum sem komu til Grindavíkur sérstaklega í kjölfarið því að Kaldalón, læknir, hann var þegar Grindvíkingar skutu yfir hann skjólshúsi þegar að honum var eiginlega meinað að taka við héraðslæknisembættinu í Keflavík eins og tilstóð þegar Jóns frá Hriflu skipaði hann héraðslækni og þá skutu Grindvíkingar yfir hann skjólshúsi og það var byggt yfir hann hús og allt það og hann var náttúrulega þegar var þá orðinn þjóðþekktur sem tónsmiður og og það síðan í kjölfarið á því streymdu til hans náttúrulega gestir en þeir voru bara gestir þarna en þá eru til þarna menningaverðmæti bæði sem að við þekkjum í dag þarna voru þjóðþekktir síðar myndlistamenn Gunnlaugur Skeving og Þorvaldur og fleiri sem komu þarna og Halldór Laxness kom þarna í heimsókn til Kaldalóns og náttúrulega fleiri en svo líður tíminn og Kaldalóns náttúrulega fellur frá og þá tók svona svolítið fyrir þetta rennir í listamanna til Grindavíkur en þú veist hvert einasta pláss á Íslandi á sér þetta sína listamenn en við náttúrulega rákum okkur það að þetta var svona freka döft á þessum tíma og bókasafni var til dæmis lokað og hafði ekki verið sýningar þarna mjög lengi af neinu tagi og það einasta sem að gerðist í félagsheimilinu sem var risið þá festi stórt og glæsilegt hús, það voru svona skröllum helgar stundum ekki og við vorum svona svolítið að fjalla þetta þarna væri greinilega fullt af peningum í þessu plássi og það væri eflaust að gera eitthvað skemmtilegra. Þetta var líka á því, mélið þarna að það var ekki byrjað að malbika götur á Suðurnesjum og í plássunum. Þetta var ein forarvilpa allar götur í Sandgerði, Keflavík og svona. Þetta var úða ráslagalegt. Þorsteinn, þú segir að þið hafi viljað segja ykkur sögu og tekið svona Grindavík sem dæmi. Þannig að þið farið þarna ungir menn með svona tilgátu það að í þessum plássum sé ekki mikil menning heldur sé þetta fyrst og fremst vinnubúðir eða fólk vinna í að sofa eins og eitthvað með það sagt. Já, það er nú ekki rétt að við höfum verið með tilgátu upphaflega hugmyndin var að fjalla almennt menningar neyslu og við komum saman og töluðum svolítið það hvernig við ættum að taka á þessu máli hvað væri menningarneysla, það var mikið talað þetta á Norðurlöndum og niðurstaðan var svo að við fórum í rannsóknarferð til Grindavíkur til að bara athuga hvernig var háttað menningarneyslu á svona dæmigerðum útgerðarbæ á Íslandi. Við fórum náttúrulega þangað vegna þess að það var styst, það var engin peningar til að gera þessa mynd, þetta var bara gert á svona amatörtæki og einfaldasta máta og sjónvarpið lét ekkert í þetta nema
borgaði okkur kaup í, var það ekki 2 mánuði? Já. En er þetta framleitt af sjónvarpinu? Það er svona umdeilanlegt, hver framleiti? Þeir borguðu þetta kaup og sköffuðu aðstöðu fyrir klippingu og hljóðsetningu. Sko aðvíðandi fólk auðvitað í plássum sko, fyrr og síðar sko. Það auðvitað kemur inn í þorp eða borg og auðvitað sjá viðkomandi sko, svona ákveðið yfirborð. En það getur verið með ýmsu móti og okkar aðferð var svo að við höfðum þarna sögumann, mann sem kemur bara með rútunni og hérna gengur þorpið og skoða sig og myndin eiginlega segir frá því hvað hann sér. Það er túristi í Grindavík. Já, hvað hann heyrir og akkur bókasafnið lokað, akkur ekki að gerast í þessu stóra, flotta félagsheimili og hérna einhverjir spila hljóðfæri svona opinberlega hérna og fleiri þeim dúr sko. Og hérna það verður fullt af peningum hérna, menn eru að byggja dýr og mikil hús sko og þá fræg setning í myndinni sko skildi vera, ég man ekki nákvæmlega hljóðan orðana en skildi vera hamingjusamt ástarlíf og bak við svona dýra útihurð. Það var eitthvað í þeim dúr, þetta fór náttúrulega alveg kolskakt í Grindvíkinga. En þetta mörgulegt þetta merkilegu tími, 74, þarna skuttóðabyltingin sem verður í tíð vinstristjórnar 71 til 74, að það keyptur skuttóðar hringir í kringum landi, það uppbygging í sjávarútvegi á þessum áratug, 8. áratugnum, að þá ekki fólksfækkun á landsbyggðinni miðað við höfuðborgarsvæðið, það eina skipti bara á 20. öldinni, af því að fólk var að flykkjast út og þú veit að nefna dýr hús og við þekkjum þetta í sjávarbyggðunum, það ofta aðeins ofar í byggðunum, að þá eru mjög stór einbýlishús sem eru byggð upp á þessu góðæri sem að var á þessum tíma í sjávarbyggðunum. Voru þið þá einhvern veginn að hluta til að fjalla það að í þessu góðari að það væri kannski svona svolítið innihaldslaus uppbygging? Það vantaði eitthvað að þetta var... Það náttúrulega stór fullýting sko að líf annara sé innihaldslaust sko. Ég myndi aldrei treysta mér í slíka fullýtingu en það sko á þessu tímabili eins og Steini sagði sko þá komin til sögunar þetta hugtak menningarneysla. Hvernig vegur menningin og menningariðkun og sem hluti af daglegu lífi og það eitthvað sem í boði sem bara litið á þessum part af eðlu samfélagi að það sé menningarlíf í gangi og eru menn tilbúnir að leggja peninga í menningarlíf og það kraftaverk gerðist eftir þessa mynd sem var nú alræmd eins og þið segir sko að þeir Grindvíkingar sko þeim rann blóðið til skyldunar og þeir gerðu talsvert mikið átak í sambandi við þessi efni bæði að prikka bæinn sinn og þetta voru svolítið tímamót þannig og ég ekki að segja að þetta sé allt okkur að þakka en sumt. Já, það ekki alltaf lagi að vera svolítið stoltur á því en auðvitað var þetta sko, það fannst mörgum að þetta væri svona högg fyrir niðan beltistað sko. Ég fann það þegar jarðhræringarnar byrjuðu í kringu Grindavík að þá töluðum við mikið við Grindvíkinga hérna og eitt skipti fékk ég svona sagnamenn til þess að segja mig bara frá Grindavík af því að það var alltaf Grindavík í fréttunum að vita hvað þessi Grindavík eins og maður sé bara að kynna persónu og fékk meðal annars hann Aðalgeir, Alla Netamann sem rak veitingastað þarna sem þeir reynda seldu svo og var líka búið til sjálfstæð heimildamyndum. Ég fann það í hans frásögn hvað þessi mynd raunverulega stór þáttur að þó að hann væri kannski ekki að fjalla myndina, hann hafnaði henni, hann sagði að það hefði alltaf verið mikil menning í Grindavík sem að þessir ungu menn sem að koma að gera myndina hefðu ekki séð eða fundið. En ég fann það í frásögn hans að hann var að ávarpa myndina. Já. Það var staðan sem að þú ert að segja frá Grindavík að þá var svona kafla í sögunni, þá snýrðir að myndinni og ert að andmælenni
Þannig að það er rosalega sem að þessi mynd er sterk í bara sögu Grindavíkur. Þannig að En það er eitt í samvættu þessar mynd að hún sker sig úr í þeim myndum sem voru gerðar á þessu tímabili. Já. Sko, sjónvarpið það sendi fréttamenn og þáttagerðamenn út á land og það voru viðtöl við bæjarstjóra og það var talað um Malbik og það var talað um afrek bæjarstjórnarinnar og svo kemur allt í hennu þessi mynd og hún bara er gerð eins og kvikmynd, eins og sem sagt myndirna tala. Hvað er að sjá hérna í þessum bæ? Og sjónarhornin lækkaði niður á svona venjulegan mann. Nákvæmlega. Og þá kemur þetta í ljós. Og það kannski hvort sem það var fyrirfram ákveðið ekki að þá einhvern veginn okkar afstaða þessi að bara vera opnir fyrir því sem að gerast. Hvað er fólk að gera hér? Hvað er okkur sýnt hér? En hvers vegna ættu við að hlusta á það að kæmi ykkur drengir þarna úr 101 í Reykjavík að segja okkur hvernig lífið okkar þetta vera? Já, það er þetta engin ástæða til þess. Það held ég að við svolítið ráðið, svolítið viðbrögðum. Hverjir eru þið? Það er annað sem gerist líka. Það er Morgunblaðið sérstaklega og svona einhver hópur í kringum útgerðarmenn taka málið upp og ráðast með offorsi á myndina og níða okkur niður í löngum greinum og viðtölum og það þetta æsir upp líka. Þannig eru bara vondir menn á ferðinni sem eru að reyna að bara draga í Grindvíkinga og alla landsmenn niður í svaðið. Eins og oft gert og ég var að vísa til að það verið að vefengja sögumanninn. Það sé eitthvað, hann með annarlega hagsmunni eða hann bara sérfræðingur á sunnan. Já. En þið hafið þið búið eitthvað í sjávarþorpum? Já. Þú ert alveg upp í Vesturbænum eins og frægt er? Já, ég var hluta æskunnar í Vestmannaeyjum og þekki mjög vel til á Snæfellsnesi í sjávarplássunum þar. Búið á hellunum eða? Já, og mitt fólk hefur verið í útgerði í sjómennsku í gegnum tíðina, þannig ég þekki þennan veruleika mjög vel, sko. En stundum líka bara allt í lagi að hnippa dálítið hressilega í fólk og og þetta að þú ert ekki að segja sannleikann, þá meinar fólk náttúrulega sannleikann sem að það er búa til sjálft og það vill að fólk sjái þá sjálfsmynd sem það hefur búið til en svona utan að komandi eins og í þessari mynd maður sem kemur bara með rútunni og er að leita að einhverju. Þetta er ekki sagnfræðileg úttekt, þetta er ekki tölfræðileg úttekt á hvað menn lesa marga bækur eða neitt svoleiðis, sko. Þetta er svona þessi impressjón sem aðvífandi maður fær. Og er klassísk leið og að sömuleyti er þetta svona klassísk heimildamynd. Minnir mann svolítið á svona sem var verið að gera í BBC svona kannski nokkrum árum á undan. Maður eftir svona myndum velska námubæi og fleira. Það var svona raunsægis sveifla sem að kemur þarna á 7. áratugnum og næra fram á þennan tíma. En við hefum ekki margar svona myndir. Nei. Og það var synd að þessu var ekki haldið áfram. Það við vorum þarna, gerðum einar, var ekki 5 myndir? Jú. Sem að voru allar svolítið svona sprengjefni og koma að stað umræðum allt mögulegt. Eins og myndina unga fólki í Skunkinum, svo kallaði, Hveragerði. Já. Ein var Öskukall, Pétur Sveinfjörð. Skunkinu sem að var svona hippa kommuna, já. Einum Öskukall. Öskukall, Pétur Sveinfjörð sem að vann í Öskunni og eftir þegar hann fekk útborgað fór hann og keypti eina flösku og eina bók og lærði og las allt sem hann náði sósíalisma og félagshyggju og síðan voru þannig myndir svona algengustu myndlist þess tíma, rammagerðar myndir svo kallar, fórum að töluðum við iðnaðarmenn það og ég man ekki hvað hann hét,
síðan var daglegt brauð innverkakonur og þá voru fleiri hugmyndir. Við vorum með röð af hugmyndir sem við vildum gera en síðan var þetta stoppað. Já. Það var skipt útvarpsráð og nýtt útvarpsráð var ekki sátt við þessa framleiðslu. Já. Það var... Þetta verið að verða stjórnarskipti 74 sem ríkisstjórn sem satt til 78 sem ríkisstjórn Sjálfstæðisflokks og Framsóknarflokks sem misti áhugann á þessum myndum. Já. Það þeir í raun og veru tók við í sjónvarpinu svo stefna að svona skemmta fólki frekar en að svona fá það til að hugsa. Já. Og síðan hefur þetta eiginlega ekki komið aftur. Nei. En það líka grundvallaratriði þarna að við erum ekki á vegum nefna. Við erum ekki að verja einhver ákveðna hagsmuni. Þegar litið á heimildamindir margar að þá sérðu að það er einhverja hagsmunir á bakvið. Það er einhverju sem styrkja myndina og svo framvegis. En þannig erum við algjörlega í raun og veru frjálsir. Af því að koma þarna og segja frá því sem við sjáum sem gerir þetta svolítið sérstakt. Það sem kom mest á óvart var voru viðbrögðin, þau voru svo ofsafengin og það var svona sigað á okkur helstu kanónum þjóðfélagsins til að svona kveða þennan ósóma alveg í jörðina og endanlega helst háskólarektor og fleiri svona mikil smetnir aðilar í þjóðfélaginu voru dregnir í sjónvarpssal til þess að svona brennimerkja okkur sem svona íkveikjumenn og líka þegar við gerðum þessa mynd skunkinum þetta fólk sem var svona að pröfa það að búa sameiginlega, eiga sameiginlegt halda sameiginlegt heimili, litla kommunu fyrir austan fjall. Það voru álíka svona ofsafengin viðbrögð. Það þurfti nú aldrei að kveða það í kútin að þetta væri möguleiki að bara eitthvað fólk rottaði sig saman og fari að búa saman í húsi, óskilt fólk og elda sameiginlega og borða sameiginlegan mat og svo framvegis Þetta okkur Steina þótti þetta bara svona saklaust mála að kynna þennan lífsmáta sem svo sem, við vorum ekkert að finna upp hjólið í því sambandi fólk hefur í gegnum aldirna búið saman að fólk af ólíku tagi en þarna var árás á okkar gildi. Já, það var litið á þetta sem árás á svona borgarlegt líf og borgarleg gildi sem var alls ekki svo far át eins og krakkarnir segja En það ekki rétt munað hjá mér í svona þessu svartkvíta minni mínu frá þessu tíma var ekki umræðu þáttur fiskruti Steinu eftir þess að þeir voru svona teknir á teppið af mektarmönnum samfélagsins Hverjum mættuðu þar? Munið það? Það var Magnús Bjartfreðsson og Guðlaugur Þorvaldsson háskólarektor og þeir 820 til Já, þeir voru með svona dagskrá í raun og veru að þó að við vildum tala að þetta væri svona einhver þverskurður af sjávarplássum og svona þessari vinnumenningu á Íslandi að þá bendu þeir umræðunni að Grindavík að við værum að ráðast á Grindavík og Tala Grindavík niður eins og verið sagt í dag Já, og glemdum þarna öllu því góða sem gerist í Grindavík í myndlistinni og tónlistinni og Þetta verið fölsk mynd af Grindavík. Já. Vegna þess að, já, líka það við fórum ekki inn að tala við fólk og spyrja hvernig það hefði það og svona. Já, sérstaklega, þið töluðu náttúrulega ekki við bæjarstjóran og það náttúrulega, á þessum tíma var það mjög alveg mála, það ekki við toppan í bæjarsamfélagunum. Þetta á þeim tíma sem að ríkissjónvarp ennþá að þéra ráðherra. Já. Og það var eiginlega ekki talað við nema ráðherra og biskup og háskólarektor og það voru bara örfáir í samfélagin sem höfðu rödd. Já, og yfirleitt fengu þeir að senda spurningarna á undan sér inn í sjónvarp ráðherrar og það slíkir. En þið urðu fyrir það sem heitir að verða fyrir aðkasti? Ég hef búin að gleyma þess bara, jú, þetta má kalla það. Þegar fengið í ykkur nokkra staksteina og það allt saman?
Ég heyrði mann sem var lamin í klessu í Keflavík vegna þess að einhver hélt að hann væri ég. Ég lenti aldrei inn einu. Nei. Og Umræðan var samt svona óvægin að það var verið að halda þið fram að þið væri algjörir vitleysíkar. Já. Það var verið að reyna að ná af ykkur svona mannorðinu. Já. Það aðferðið sem er notuð. Já. Og líka þetta hefur þú þórað að fara til Grindavíkur? Það var spurning sem það fekk, sko. Já. Þú hefur þórað til Grindavíkur, eða ekki? Jú. Varst ekki með sýningu á myndinni einhvern tímann? Jú, en það er nú löngu síðar, sko. Já. Það kom mér mjög óvart að þeir vildu sjá hana. Já, ég á marga og hef eignast marga góða vini, sko, úr Grindavík. Og þeir hafa nú bara yfirleitt haft alveg skopskinn til að melta þetta mál allt saman. Ég hef aldrei orðið var við neina kergju þannig sérstaklega í allavega, og þar á meðal eru skipstjórar og útgerðarmenn í plásinu og þeir líta bara á þetta í dag, sko, eða gegnum tíðina hafa þeir talað þannig að þetta hafi nú bara verið ágætis áminning. Og ég hef ekki orðið var við neina hef aldrei orðið var við neina svona persónulega óvild út af þessu máli. Nei, og ég var að vísa til þess hvernig að myndin blandast inn í svona sögu Grindavíkur og hvernig fólk segir frá því, að þá er það ekki svona óvild í ykkar garðs yfir því, bara það var svo athyglisvert hvað myndin er sterk að svona bara á kafla þá færi sögumaður sig og ávarpar eiginlega myndina, er að tala, þú veist, það sem ekki er í henni, sagan sem að myndin misti af, sem að þarna hafi alltaf verið mikið menningarlíf. Nú er þarna mikið íþróttalíf, að þið eru að tala um að koma í bæinn, þegar ég hef komið til Grindavíkur þá sér maður að þetta er íþróttabær. Það er mjög ábyrrandi. Það er íþróttamannvirki og það hafa alltaf verið bullandi tekjur þarna gegnum tíðina. Miklu hærri heldur en almennt á Íslandi, eins og hefur komið fram í textavitan. Og þar alveg hefur þessi bæri byggst mjög upp og myndarlega, og ég meðallegin þarna, sko, hafi verið miklu hærri heldur en í flestum öðrum sjávarplássum á Íslandi, sko. Og þeir hafa alveg haft og höfðu á þessum tíma líka tök á því að gera vel við sig, sko, sameiginlega. En það var, eins og það hefur verið alltaf mikill svona einstaklingsmórall, og þetta hefur verið eitt af sterkustu vígum sjálfstæðisflokksins, og ég held að hver einast... Það var sá bæri sem að miðflokkurinn vann mest á í síðustu sveitarstjórnarkosningum. Það er mikil svona einstaklingshyggja þarna og allt. Ég held ég hef aldrei, sko, ég hef allavega ekki kynst, sko, fólki úr nokkurum öðrum stjórnmálaflokki úr Grindavík. Þetta er allt sjálfstæðismenn sem ég hef kynst. Og en eins og ég sagði, sko, þeir hafa aldrei nefnt þessa kvikmynd öðruvís en þetta hafi bara verið skemmtileg áminning. Nei, aldrei orðið var við annað. Herðu Þorsteinn, nú getum við séð myndina 13. apríl á Pálmasundag í Bíóparadís. Hvernig mynd er þetta? Er þetta góð mynd? Já, ég myndi segja að hún væri góða þýleiti. Hún er með, hvað ég maður segja, skýra sögu, og hún talar máli kvikmyndarinnar. Við erum ekki með upptöku af einhverju, heldur er þetta sem sagt myndirnar segja sögu. Það er svona voice over sögumæðurinn sem stillir okkur inn. Hann kemur með svona sínar upplifanir, en myndin svona segir sögu, sko, myndrænt, og ég held að það sé líka fróðlegt að sjá það, líka fyrir þá sem er að vinna í kvikmyndum, að það hefur smátt og smátt orðið breyting á tjáningunni í kvikmyndum, og þá á ég við bæði heimildarmyndir og leiknarmyndir, að þetta er erfitt að útskýra þetta, en í raun og veru erum við að fara frá því að myndin tali yfir í það að myndin sé upptöku vel, svona einhvert auga upp í horni á herbergi sem sér hvað er að gerast. Þannig að
að þetta sem við og ég lærði í kvikmyndaskóla að nota kvikmyndina eins og tjáningatæki eins og rithöfundurinn notar texta. Þannig ég var að sjá Grindavík í gegnum myndauga þitt. Já, það svolítið að hverfa. Og í staðinn kemur þetta bara, já, við erum með auga sem horfir á eitthvað sem að gerast og einhverjir aðilar að gera eitthvað sem okkur þykir merkilegt eða ekki og aðalega það að þetta frægt fólk sem að gera eitthvað og verður þar á leiðandi merkilegt vegna þess að það að gera það. Þetta svona breyting sem ég sé á þessu tímabili sem maður fyrst með kvikmyndum. Svo eitt, ef maður sér myndin í dag, býst ég við að maður sé að sjá heim sem horfinn og það til svo lítið af myndefni að frá þessu tíma. Auðvitað þess að við lifum í dag, það sem til eiginlega mynd af, sumir eiga mynd af öllum máltíðum sem við höfum að borða, sko, frá því að fekkum sér farsípa. Það til svo ógrynni af myndefni í dag, en á þessu tíma það ekki mikið. Nei, og það var þannig að þegar við birtust með myndavél og upptökutæki þá vakti það athygli. Það tók allir eftir því eins og í Grindavík. Ég held að það hafi ekki farið sér leynt. Við vorum þeir einu sem voru að taka myndir. Þannig myndir á þessu tíma þá fá það líka fyrir utan að maður þetta meta sem verk, en þá það líka eins og minjar. Já. Já. Þannig að það gæti verið áhugavert að horfa á hana á þess að maður sé neitt að hugsa myndina. Heldur bara að njóta þess að sjá eiginlega tíma sem einhver leyti liðinn. Já. Sem náttúrulega þessi tími svona verbúða og þessa hráslaga sem var í sjávarplássunum á sínum tíma. Það náttúrulega, maður mann til dæmis eftir myndum sem við tókum við höfnina. Höfnin var bara smá gat þarna í Brimgarði í samanburði við það sem nú og flökin af bátunum lágu þarna bara eins og hráviði allt í kring. Þeir sem ekki hafðu hitt á gatið að komast inn í höfnina í Brimi og við erum þarna með bát sem bara hverfur og Njöldudal rétt fyrir utan hafnarmynnið. Þetta náttúrulega tími sem horfinn. Já. Og svona áminning í myndin þetta harða líf, þessa lífsbaráttu sem þarna. Já. Já. Óli, hefur þú séð þessa mynd nýlega? Ekki nýlega, nei. Ég laka til að sjá hann og endur upplifa þetta. Ég hef ekki séð hann dálítið lengi. Þannig að hún fann að fyrnast fyrir mér í smærri atriðum. En þú veist, þetta þetta batsins tíma og svo tækni sem að aðalega náttúrulega hvíldi á steina að koma þessu inn í græjurnar og við hefðum náttúrulega, ég veit ekki, þetta hefði þessi mynd orðið allt öðruvísi ef að við hefðum haft að græjur sem í boði í dag en þetta var nú líka þetta líka svona ákveðin partur af pródúktinu. Það þessi einfaldleiki sem að sem að græjurnar buðu upp á. Það sem býr til svona ákveði svona bragarform. Já. Og og þetta svona en okkar ætlan var einfaldlega svo að ég reyna að bæta heiminn með því að benda á að það væru hvað þetta staðar og það má gera betur. Það var svo augljós Á það ekki við allt þitt höfundaverk að þú ert að reyna að bæta heiminn með skrifum og leikritum? Já, ekki vil ég spilla heiminum með því sem ég geri en þarna var við vorum talsverðir hugsjónamenn allavega á þessum tíma og við vildum vel með þessum myndum sem við gerðum. Við vildum líka bara svona varpa ljósi á hliðar mannlífsins á Íslandi sem að okkur fannst vera annarkvort mistúlkaðar eða vantúlkaðar. Minna, eins og Steini var að nefna, það hafði engum dottið í huga að gera heimildamynd öskukall á Íslandi. Þangað til við gerðum það og í rauninni vorum stáluhefnir, við fundum þarna merkiskall
og lýstum bæði honum og hans vinnu og verksviði og það út af fyrir sig líka sko stórmikli heimild. Það mætti Ríkisútvarpið mætti taka og sýna þessar myndir, þessar 5. Já, okkar vegna. Það hefur ekki verið gert. Það hefur nú einhvern tíma verið endursýnt eða ekki Fiskur undir steini. Mér finnst þess að við séð hana eða hvað? Jú, mjög langt síðan. Já, ég held ég var séð einhverja eina endursýningu. Svo voru það sýndar á Skjaldborg fyrir nokkrum árum, allar 5. Ríkisútvarpið ætti náttúrulega, þetta ætti að vera stolt af þessari hlutasögunni. Svo líka því að það var umræður og eftir, ég var Pétur Gunnarsson var í helgispjalli hjá mér daginn og þá rifjuðum við upp að þegar hann gaf út punktinn, þá var hann mættur bara í sett að ræða punktinn. Það var nú mjög jákvætt alls saman. Það fekk ekki svona skammir eins og þið. En þá man maður eftir því að Ríkisútvarpið átti þetta til að þess bara skella í umræðu þátt eða það var tilefni til og það var svona meiri einhvern veginn frjálsara að mörgu leyti þó að þið hafi verið teknir á teppið að þessi svona, það var svona meiri mann fætti svo Ríkisútvarpið verið sömuleyti frjálsara heldur í dag. Það svo séu svona rosa kvaðir á En það mátti hins vegar, á þessum tíma þá mátti helst ekki gagnrýna einn eða neitt eða eitt eða neitt. Og ég var nú umsjónarmaður menningar þáttar í Ríkisútvarpinu á þessum tíma og Björn T.H. Björnsson var mér til aðstoðar að fjalla myndlist og tók sig til á undir minni ritstjórn að hann gagnrýndi almanak sem hafði verið búið til í sjónvarpinu sagði það væri langt fyrir neðan eðlilegan standard og þetta væri illa gert og vanhugsað og það var til þess að bæði Björn T.H. Björnsson og ég voru reknir frá sjónvarpinu og svo yfirðust þeir nú eitthvað gjörða sinna þarna frá og ringdu í mig og Steina og buðu okkur að gera þessa þætti þessa 5 þætti. Þetta kannski sárabót? Ég veit það ekki beint, ég get ekkert fullyrt það en það allavega gerðist í þessari röð og og það var svolítið einstæmi eins og Steini lýsti á hann að við fengum frjálsar hendur eflaust hafa þeir síst af öllu búist við því að við færum þá leið sem við fórum sko en þannig var þetta nú tilkomið. Það var ótti hjá yfirmönnum sjónvarpsins við þetta sérstaklega þessa fyrstu mynd Fiskur undir steini að þeir sem dæmi að þá vildu dagskrárstjórarnir ekki taka að sér dagskrárstjórn eða semst að vera yfir þessu verkefni og Pétur Guðfinnsson sem var framkvæmdastjóri í sjónvarpsins, hann varð að stofna sérstaklega dagskrárdeild til þess að koma þessu á koppinn. Síðan þegar myndin var til og þegar þeir sáu myndina og þá þorðu þeir ekki annað en að sýna útgerðarmönnunum. Þeir komu þarna stormandi inn í sjónvarp fyrir tilviljunina, þá mætti ég þeim í lyftunni og þeir vildu að myndin yrði bannuð. En niðurstaðan var svo að sýna hana með umræðuþætti beint á eftir. Til að leiðrétta. Segja áhorfendum hvað þeim ætti að finnast kannski astanlegt að mér finnst þetta skemmtilegt að þessi sýnd mynd og svo bara umræða eftir eins og hlutinni skipti bara miklu máli. Mér finnst að ég saknaði svolítið úr sjónvarpi. Ég man ekki eftir svo ég laði síðan að Hrafn Gunnlaugsson hann átti þetta til þegar hann var dagskrárstjóri. Gat skellt á umræðu þáttum með furðulustu mál og fengi furðulusta fólk til þess að stýra þeim. En svo kom ég ljósa að þessi umræðu þáttur hann var aldrei hent eins og flestum þáttum. Þannig að hann til og hann verður sýndur á eftir myndinni á sunnudaginn. Sem þá ráðlegging útgerðarmannana að eina leiðin til innbyrðis að mynd að taka hennan umræðu þáttu eftir. Hafið þið séð umræðu þátturinn? Já, ég sé. Og hvernig lístu ykkur á þessa menn sem ykkar ungu menn á teppinu? Ég held að við höfum litið betur út heldur en í dag. Ég finnið þið til með þeim að fá þessa trakteringar? Nei, ekki getið sagt það. Ég
maður endurnýjast á 7 ára fresti sko, líffræðilega. Þú kannast ekki alveg fullkomlega við hann mann kannski? Nei, hann var svolítið fjarlægur sko, en eins og ég sagði hérna áðan sko, við vorum mjög vel meinandi og vildum vel og ég held að þetta þessi mynd hafi, þú veist, ef maður er bara horfir hlutlægt á þetta, hún hafi gert gagn. Ég alveg sannfærður það. En það var mikill hiti hérna í Ríkisútvarpinu þegar þú varst að tala á það, þá líklega á svipuðum tíma þá var ekki Olga Guðrún að lesa uppreisnin á barnaheimilinu? Jú. Og það kostaði nú aldeilis skammir fyrir hana? Já. Menn voru mjög svona viðkvæmir á þessum tíma. Það voru svona klaka, það var verið að hrista af sig einhver klakabönd samfélag. Hvað mátti segja og hver mátti segja og áverðtími. Herðu, en þið fáið svolítið sterkar stofnanir samfélagsins á móti ykkur þarna. Þorsteinn, þegar þú horfir tilbaka, heldurðu að þetta hafi haft svona áhrif á svona þinn feril, mína möguleika í íslensku samfélagi? Við höfum svolítið verið að tala um það hérna við rauðaborðið að svona það einhver öfl í samfélaginu sem að eru mjög grimm að halda aftur að gagnrýni á sig og það getur verið fólki bara dýrkeypt að nota rödd sína. Þegar þú horfir tilbaka, heldur þetta hafi haft áhrif á svona þau tækifæri sem að þú hafðir sem kvikmyndagerðarmaður? Já, alveg örugglega, því að sjónvarpið var eini starfsvettvangurinn á þessu sviði. Fyrir utan sjónvarpsauglýsingar og sem dæmi að þá sótti ég held ég 7 sinnum starf þarna þar sem ég var með mestu menntun og reynslu fekk alltaf nei svo man ég eftir einu tilviki þegar ég kom þarna þá var auglýst verkefni sem að sjónvarpið ætlaði að standa fyrir félagslegar afleiðingar Vestmannaeyja gossins og það átti að auglýsa það meðal kvikmyndagerðarmanna. Ég sendi þarna inn hugmynd og kostnaðaráætlun og þegar ég mætti með þetta þá horfir starfsmaðurinn, ég ætla ekki að nefna hann vegna þess að þá segir hann veist ekki að þú ert á svartalistanum? Svona Ísland. Ólafur, á ég að spyrja þig á sömu spurningu? Er þú náttúrulega svo ég hafði náttúrulega hafði allt annan starfsvettvang sko, og þannig að ég fann ekki fyrir þessu eins og Steini sem að hans vettvangur náttúrulega að gera myndir og það meira umstokki kringu sig. Það erfitt að vera kvikmyndaríkstjóri eins og vera hljómsveitarstjóri. Þú ert alltaf að fá hljómsveit með þér. Það erfitt að vera kvikmyndaríkstjóri einn. Já, þú gerir ekki einn. En svo náttúrulega eftir á þá maður bara fegin að hafa ekki lokast inn í einhverju starfi þannig í sjónvarpinu. Þannig að þú veist aldrei þó þú sért órétti beittur kannski af því að þér finnst hvernig það endar, það getur alltaf orðið til góðs. Áttu við þessi skömminni skárra að vera á sortulista heldur en kannski að vera augnakarlinn í búri. Herðu, takk fyrir að koma og mér hlakka til þess að sjá myndina og ekki síður umræðu þáttinn. Þetta er mikil menningaverðmæti sem við sjáum. Já, er það ekki bara, ef ekki bara sammælast það? Já, einsinn inn í sjávarbyggðir, einsinn inn í þennan tíðaranda og líka einsinn inn í svona menningu sem að þarna var. Hvernig er gaggrið tekið á gaggrinni? Þetta er verkefnt. Og ég ætla að hvetja Ríkisútvarpið til þess að nýta þau verðmæti sem það eiga að sýna þessar myndir og kannski skella í umræðu þátt um þær og af hverju varð ekki framhald af þessu svona, hvað hefur við kallað þetta, svona raunsægis heimildarmynda skráningu á íslensku samfélagi sem að þeir voru að reyna að byrja og innleiddu til Íslands líklega bara af reynslu annarra þjóða að þetta er gott fyrir þjóðir að eiga svona myndir, eða ekki? Jú, ég er ekkert að bera okkur saman við til dæmis Michael Moore í Bandaríkjunum sko. En þú veist, þetta er af sama meiði sko. Að spyrja krítiskra spurninga
og hann kemur oft fram líka í þessu gerfi, hann kemur fram sem lambi sem hann spyr úlfinn, akkur ætlar að gleypa mig? Það er klassísk spurning. Já. Herðu, Þorsteinn og Ólafur, kallaðu Steini og Óli, með það skemmtilegt, minni mig á eitthvað par annað. En líka, ég hef tekið eftir því að þessi svona gælunöfn eiginlega hverfa hjá yngri kynslóðum. Það eru færri Steinar og Ólar í dag. En takk hérlega fyrir komin á Segur og fyrst Steini. En við setjum áfram við rauðaborðið, höldum áfram að reyna að skilja söguna og samtíman. Næsti kafli eftir augnablik. Þú ert að hlusta á Samstöðina. Róttækt sjónarhorn á allir þættir Samstæðuverinnar eru á YouTube. Komið sæl og velkomin að rauðaborðinu. Ég heiti María Lilja og hjá mér Jón Sigurðsson, lögmaður og formaður í samtaka talsmanna flóttafólks. Vertu velkomin. Takk fyrir. Þú ert hér komin til þess að segja ykkur frá ákveðnu máli og svona, þú ert náttúrulega vinnur í þessum málaflokki flóttafólks og við höfum rætt áður hér að það svona ákveðin alda brottvísana í gangi núna. Það reyndar bárust fréttir bara núna rétt í þessu að dómsmálaráðherra. Hún að breyta þarna einhverjum lögum eða leggja fram frumvarp að fólk sem brotið hefur af sér, það hægt að svipta það leyfi og svo þessi 18 mánaða biðtími og mannúðarsjónarmiðin, þetta detti allt út, það verði fellt út úr núgildandi lögum. Þetta var bara að gerast, þannig að ég lágu þér ekki að hafa ekki séð þetta. Nei, var ekki búin að sjá það. En bara svo, já, einmitt, þetta mjög lifandi og alltaf í umræðinu þetta. Málefni flóttamanna, þó þetta sé nú örfá hræður. Þú ert núna með nokkuð alvarlegt mál, mæðgur frá Sómalíu. Getur þú sagt okkur aðeins frá? Já, það mál þessara mæðgna frá Sómalíu. Það komið hingað til lands í ágúst 2023, sóttum alþjóðlega vernd, en voru með vernd á Kýpur. Það komið hingað til lands sérstaklega vegna þess að eiginmaður konunnar og maður stelpunar, hann var með alþjóðlega vernd hér á landi, en þessi vernd hefur svo síðar verið afturkölluð í hans máli vegna þess að það komið fram upplýsingar í máli mæðgnanna sem að leiddu til þess að Útlendingastofnun taldi að hann hafi ekki sagt alveg satt og rétt frá í sínu máli. Það svo sem annað mál og ég held að það sé fullt tilefni til þess að efast þá niðurstöðu, en allavega það sem að gerist þá að þær missa svolítið það tilkall sem þær hafa til þess að koma hingað til lands fyrst að hann var farinn. Það að segja að það þessi sérstöku tengsl sem hægt að byggja á og svona lítið að byggja á í málinu, nema þó að mamman var með mjög slæm til heilsunar og hún var slæm í heilsunni, slæm til heilsunar þegar að málið var til skoðunar hjá yfirvöldum, en fengur endalega úrskurð frá kæranefnd útlendingamála í júní 2024. Hins vegar eftir að það á sér stað, þá hefur henni versnað mjög mikið til heilsunar og hún hefur þróast mál þannig að hún núna þarf að notast við hjólastól, bara almennt mjög lasin og þarf að fá mikla aðstoð við daglegt líf. Og það hefur fallið svolítið að herra stelpunar sem ekki orðin 17 ára gömul, fædd árið 2008. Og á grundvelli þess að pabbinn væri farinn frá landi og ég gleymdi að taka fram að hann fór ekki til Kýpur, heldur fór hann aftur til Afríku, fór til Eþíópíu og þannig að hann ekki til staðar í Kýpur. Og kannski bara farin úr þeirra lífi. Já, allavega eins og staðan og reyndar, þær hafa ekkert náð í hann í nokkuð tíma og hann reyndar, það önnur saga, en hann lenti svo í
í einhverjum stríðsátökum þar og var fyrir skoti og þannig að það er bara alls óljós hvort þessi maður sé á lífi. Þetta er svo rosalegt og alltaf þegar maður talar þessi mál og ég held að og ég vona að svona flesti gerir sér grein fyrir það eru þetta manneskjur með svo svakalega sögu þarna á bakvið að þetta eru þetta bara ekki bara eitthvað svona númer á blaði heldur eru þetta einstaklingar sem að eru raunverulega að koma úr mjög erfiðum aðstæðum. Alveg skelluðum aðstæðum, já. En þær eru, eru með vernd í Kýpur. Pappinn hér á landi, hann fer svo er brottvísað í rauninni. Já, hann fer enda sjálfviljur, en hefði verið brottvísað. Já, og eru núna týndur einhvers staðar í Afríku. Þær eru 2 eftir. Stúlkan 17 ára og mamman í hjólastól og hvernig og þær fá þá endalega synjun en hvernig er svo staða þeirra núna hvernig? Já, sem sagt þetta gerist þær fá synjun í júní 2004 og svo gerist þeir vel ekkert í málinu þeirra en sem sagt þá fá þær stutt tækifæri til þess að fara sjálfviljugar heim sem þær kjósa að gera ekki og þeim það vel bara ómögulegt sko og þá komin í málið þeirra svona framkvæmdarhæf ákvörðun synjun og en hins vegar gerist ekkert, lögreglan hefur aldrei samband, þetta var í júní og svo núna komin apríl og þá allt í einu haft samband við þær í tengslum við framkvæmd brottvísunar, þá á að fara að senda þær til Kýpur og aðstæður í Kýpur bara svo þessi tekið fram að þær eru svona með skelfilegra móti flóttamannamálin eru í miklum ólestri í Kýpur og flóttamannabúðirnar þar eru alveg svona hafa verið ámyndar af alþjóðasamfélaginu og alveg oft og ítrekkað bara fyrir slæmar aðstæður. Já, akkurat og svona eitt af verri löndunum sem að falla undir þetta Evrópusamstarf og auðvitað það þannig að það erfitt fyrir hvert sem að komast með málið sitt í svokallaða efnismeðferð þegar þau eru með vernd og það vel að búið að gera nánast ómögulegt núna en þegar það komu þá var ekki búið að breyta lögunum ég var svo bara með það bara nýlega búin að leita til mín og ég verið með það í ferli að reyna að leggja fram endurtekna umsókn fyrir þær sem hefur verið lögð fram það spurning hvort að það sé á seint hins vegar því að nú bara búið að koma heim til þeirra og færa þær í svona eitthvað millibilsúrræði það búið að birta þeim ákvörðunum að það megi ekki hverfa frá því úrræði og stendur til að framkvæma brottvísun bara í nótt. Í nótt og það liggur fyrir nú þetta kona sem í hjólastól og hún einhvern veginn upp á dóttur sína svolítið komin og hennar aðstóð bara við aðhafnir daglegs lífs ég og stúlku á sama aldri fædda 2008 og þetta eru börn Þetta er bara barn. Þetta er bara barn sem að hefur mitt svona bara séð foreldra sitt í langa tíma. Já. Er eitthvað ég meina, er eitthvað rökstuðningar þarna bakvið eða er eitthvað vilja útlendinga yfirvöld ekki skoða þessi gögn og ég meina þessa nýju breyttu stöðu? Ég get sagt það að ég lagði fram bæði beiðnir til ríkislögreglustjóra og svo til útlendingastofnunar og kærunefndar útlendingamála og ég hef ekki fengið svar ennþá frá kærunefndinni né heldur frá ríkislögreglustjóra. Útlendingastofnun þegar búin að synja, þau halda ég fram að það sé svona ekkit sem bendir til þess að það séu nægilega breyttar aðstæður til þess að það myndi ekki bara vera komist að sömu ákvörðun ef málið skoðað aftur. Ég held að Útlendingastofnun hafi ekki mikla forsendur til þess að komast svona fljótt að þeirri niðurstöðu en það þeirra mat. Þetta er auðvitað skelfileg staða. Veistu, nærðu einhverju sambandi við þær? Veistu hvernig þeim líður akkurat núna þar sem þær eru? Já, þeim líður bara alveg ömurlega sko. Ég búin að vera í sambandi við stelpuna. Það er eins með lögmannssamskipti og annað sko, hún algjör milliliður, það hún sem leitaði til mín og það hún sem einhvern veginn að reyna að berjast sko, mamman bara hreinlega ekki í stöðu til þess að gera mikið sjálf og
Og þetta er ákveð brota og barnasáttmálum hlýtur að vera að setja barn í þessa erfiðu stöðu að þurfa að sinna svona fullorðinsmálum. Það má alveg færa rauk fyrir því að hér sé alls konar brot að ræða og til dæmis var ekkert tillit tekið til þessarar sérstöðu þessa barni og að sinna móður sinni með svona miklum hætti þegar sem sagt, komist var að þessari niðurstöðu á sín tíma. En þetta hlutverk hefur líka aukist hjá henni síðan þá. Þetta var í júní og það hefur mikið gerst síðan þá. Hún hefur versnað mikið og allt þetta sem við erum búin að tala hefur raunverulega gerst síðan þá. Að pappinn fari og það liggi fyrir að hann sé ekki til staðar á Kýpur til þess aðstoða þær, sem var eina forsendum niðurstöðu kærunefndarinnar að hann væri þar og hefði rétt til dvalar og geti þó aðstoðað þær við daglegt líf á Kýpur. Hvernig kemst Útlendingastofnunin að þeirri niðurstöðu að hann sé á Kýpur? Að hann sé á Kýpur? Já. Nei, hún kemst ekki beint að þeirri niðurstöðu. Hún segir hann hafi dvalarrétt á Kýpur. Hann hins vegar í Afríku. Það liggur alveg fyrir. Því er ekki haldið fram að hann sé ekki á Kýpur, heldur að hann bara hafi rétt til að vera þar. Þannig að það megi þá bara vísa þeim þangað því að hann geti þá bara einhvern veginn komið sér þangað, sem er svona áhugaverð nálgun, sko. Og reyndar bara eins og ég nefndi áðan, hans mál allt saman er mjög flókið og því er haldið fram að hann sé með vernd á Kýpur. Hins vegar eru ósannfærandi gögn það og gögn liggja fyrir í hans máli frá Flóttamannastofnun Sameinuðu þjóðanna sem gefa til kynna að það sé ýmislegt svona óupplýst í tengslum við hans mál á Kýpur og það er mál sem mig langaði alltaf að taka lengra en hann kaus sjálfur að fara eftir að hafa fengið svona endurteknar synjanir og afturkallanir, þá gafst hann bara upp og fór. Hann hafði samt alveg alveg mál sem hefði geta mögulega farið lengra fyrir dómstólum. Og nú er hann mögulega dáinn? Já, við vitum ekkit hver staðan hans er í dag. Þetta er ótrúlegt. En þegar það er alltaf verið að tala um að auka skilvirkni og laga kerfið, en það verðist alltaf vera samt sem áður þrengdur ramminn og kerfið gert flóknar og erfiðara með hverri lagabreytingunni. Ég velti fyrir mér hvernig þegar það kom upp svona sér aðstæður sem að einhvern veginn falla svolítið utan allra ramma, er engin nauð heimill eða eitthvað svona sem að getur bara aðstoða fólk í þannig stöðu? Það er takmarkað sem hægt er að gera. Kerfið hefur verið gert þannig að það er rosalega erfitt að fá niðurstöðum snúið eftir það liggur fyrir endaleg niðurstaða hjá kærunefndinni. Það er engar svona tryggingar fyrir því, engin svona nauðheimill raun og veru. Maður getur lagt fram beiðnir eins og ég hef gert í þessu máli að málum sé frestað, en það er algjörlega happa glappa hversu hratt er brugðist við því. Stundum er bara ekkert brugðist við því og eins getur maður leitað til Mannréttindadómstóls Evrópu og óskað eftir svona mann ekki eins og hvað heitir á íslensku, það heitir interim measures á ensku, sem er svona það sem að dómstólinn getur stigið hratt inn í og stöðvað eitthvað. Það til dæmis bara er eitthvað úrræði sem bara kemur ekki til grein í þessu máli af því að þetta er að gera svo hratt. Já, þetta gerist einmitt bara svona fyrirvaralaust. Þetta gerist bara í dag, eftir hádegi í dag og þeim verður bara brottið svo í nótt. Evrópudómstóllinn getur ekkert stigið inn bara strax. Ná ekkert að kveðja sína vini hér eða taka saman dótið sitt eða stelpan sem er að mennta sig er í Flensborg og bara útrúlega búin að mynda mikil tengsl hér á landi gríðarlega sorglegt. Þetta er alveg svakalegt mál. Glöggir hlustendur hafa nú kannski heyrt lítinn hláturpúka hér í horni, en það er ekki það að okkur finnist þetta fyndið. Það er auka gestur í myndveri. Aðstofamaður lögmanns sem er að horfa á mjög fyndna mynd. En Jón Sigurðsson, takk fyrir að koma hérna og skýra betur út þetta erfiða mál og ég vona að það bara einhvern veginn leysist úr þessu núna bara á næstu tímum. Við bíðum spennt og fáum kannski eftir að heyra í þér seinna með það. Já, takk fyrir. Við vonum bara besta. Já, takk. Og Dogi við það meira hér handa við hlið. Með því að ganga í leigjendasamtökin styður þú baráttu leigjenda. Leigjendasamtökin eru fyrir öll þau sem vilja vinna að réttlæti og öryggi á húsnæðismarkaði. Leigjendasamtökin.is
Já, komið sæl. Reynsluboltar heitir þessi kafli. Ég er með 4 gesti og ég hef trú að því að það verið mikið talað í þessum þætti. Þetta fínt fólk. Það Kristján Möller, Ólafur Þórn Harðarsson, Ólína Kjerúlf Þorvaradóttir og Kristi Sigmundsson. Verið allir velkomin. Takk fyrir. Það allt tventina sem, þið tveir hérna, Kristján og Kristin, þið hafi ekki komið áður hérna eða eitthvað. Jú, ég var hjá bróðuðinum hérna daginn. Já, auðvitað. Ég hef ekki komið hér áður, nei. En veistu, Kristján, þegar þú hættir í pólitíkinni, þá sögðu sumir að síðust í kratinu væri hættur á þingi? Nei, að nóga krötum. Ólína var hérna líka tengdadóttir Alþýðuflokksins á Ísafirði. Má ekki segja þessu svo? Jú. Nei, það fullt af krötum að það sem betur fer, en kannski ekki allir með sama uppruna vottorðið. Nei. En hér nú uppruna að það gengur allt út á uppruna vottorð hjá Evrópusambandinu, þannig að við segjum við sem höfum Alþýðuflokks uppruna vottorð. Já, við segjum stundum við erum bara eðalkratar. Það hellingur að þeim en þá. Þeim fyrir bara fjölgandi maður. Betur fyrr. Herðu, það var að koma ný skoðanakönnun fylgiflokkana á landsvísu og í borginni. En á landsvísu, Ólafur, það Sjálfstæðisflokkurinn bætir ögn við sig, en Samfylkingin bara enn á uppleið. Já, það nú hástökkvari. Svo sem ekki mjög mikið að marka kannanir svona á miðju kjörtímabilinu, en þó fróðlegt. Já. Og það sem það fróðlegt þarna að Samfylkingin að gera mjög gott mót, betra heldur en í kosningunum sjálfum. Almennt talað flesta heilaflokkana, þá eru þeir bara á svipuðu róli og þeir voru í kosningunum, munar fáinum prósentum. Flokkur fólksins að fara þarna dálítið niður, en þegar að menn velta því fyrir sér, þá rétt að hafa í huga að alveg frá 2017 segi ég, þá hefur það verið einkenni á mælingum og flokki fólksins að þeir fá yfirleitt meira upp úr kjörkossunum heldur þeir hafa verið að mælast allt kjörtímabilið. Og við gerum vel grein fyrir þessu í bók sem við í kosningarannsókninni gáum út núna fyrir kosningarnar, lognmolla í Ólgursjó. Og það farið í gegnum það hvernig fylgi á miðju kjörtímabili, rímar síðan við úrslit kosningana. Og þetta alveg sérstaklega ábyrrandi með flokk fólksins, þannig að í rauninni þá það að hann fari eitthvað niður í rauninni bara það sem að mátti við búast. En svo náttúrulega tók maður eftir því líka að Gallup greindi í sundur fylgi flokksins fyrir og eftir afsögn Ásthildar Lóu og flokkurinn var með 7% fyrir afsögnina en 9% eftir afsögnina, þannig að það kom í ljós sem ég bjóst við að þessi uppákoma með Ásthildi Lóu væri líkleg til þess að styrkja flokkinn frekar heldur en veikjan, og ég held að þessar uppákomur með flokks fólksins hafi alls ekki veikt ríkisstjórnina, ef eitthvað kannski þjappað ríkisstjórnarflokkunum saman. Það var ekki komin talan stuðningsmannafjöldan við ríkisstjórnina í fréttinni í gær, en í fyrstu 2 mælingunum þá mældist ríkisstjórnin með 69% stuðning og 67% stuðning. Það svipað og flestar ríkisstjórnir hafa byrjað með eftir hrun og svo hefur hallað undan fæti, hvort sem það gerist núna eða ekki. Þannig að ríkisstjórnin, þó að stjórnarandstaðan hafi sótt mjög að henni og sumum hafi fundið þessi fyrstu 100 dagar erfiðir, að þá stendur hún bara mjög vel að mínu mati í augnablikinu. Ólína, í þessari könnu líka þá kemur það valla sjónamunur á milli Framsóknarflokksins og Sósíalistaflokksins. Já. Þeir eru bara á sömu próstinni. Já. En eins og Ólafur segir, það er stuttur tími liðin að kjörtímabilinu, lítil reynsla komin á ríkisstjórnina og svona kannski ekki alveg að marka miklar fylgisbreytingar, en það áhugavert samt að sjá að sósíalistarnir, þeir eru þarna komnir og pari við gamla Framsóknarflokkin, Þetta alveg ótrúlega. En sá sósíalistaflokkurinn náttúrulega var í langan tíma fyrir síðustu kosningar að mælast yfir þröskuldinum, en fór síðan niður fyrir hann í kosningunum sjálfum. Og næstu könnun og eftir var hann aftur yfir.
Já. Þannig að hans fylgi í konunum hefur ekki skilað sér, eða skilaði sér ekki síðast í kjörkorsunum. Ég tek undir það, ég held sko að þessi uppákoma með Ásthildi Lóu, ég held að það hafi, ef eitthvað þjappað stjórnarliðinu saman og líka kallað fram ákveðna almenningssamúð með ráðherranum og sem að er að skila sér örugglega í fylgiskönnunum því að Ásthildur brást svo hratt við og fumlaust ekki fumlaust kannski, en hún brást mjög hratt við og brást í raun og veru alveg rétt við hvað svo sem okkur kann að finnast um fréttaflutningin og hversu vel var farið með staðreyndir og annað, það var allt mjög ónákvæmt, allt á hennar kostnað, en hún áttaði sig á því sem stjórnmálamaður að hún ætti engra annar að kosta völ til að létta umræðunni af bæði ríkisstjórninni og sjálfri sér. Og ráðuneytinu. Og gerir það, sko. Þetta minnir svolítið á það sem Guðmundur Árni sagði þegar hann sagði það sér. Var til að skapa fríð í ráðuneytinu og betur ég fari. Þannig að það sé alltaf verið að... Já, og svo náttúrulega þegar hún vikin úr skotlínunni að þá fyrir ýmislegt að koma í ljós og þá fara að koma bakþankar inn í umræðuna og annað og myndin fyrir að fá á sig annan blæ. Þannig að hún gerði rétt í þessu. Greinilega. Ég bauði henni að koma núna, hún sagðist ekki vera tilbúin. Nei, ég skil það nú líka vel. En Kristi, hvernig líst þér á byltingunar? Konur alla posta? Bara frábært. Já, ég er samanlega. Ég meina, konur eru, það saman hvað maður lítur, sko, í skólakerfinu til dæmis. Það bera af allstaðar. Einhverja hluta vegna, þá standa þessi betur og þær eru betur menntaðar svona yfir heildina. Þannig að þær eru bara að fá það sem þeir eiga skilið. Það má segja að þetta hafi verið söguleg skuld sem verið innheimta núna. Innviðaskuld. En auðvitað hefur maður kannski áhyggjur af því svona til lengri tíma litið með kynjahlutföllin í menntakerfinu. Það sko að staðreyndin svo að það 70% þeirra sem sækja háskóla á Íslandi í dag eru konur, 30% eru karlar. Og þetta náttúrulega eitthvað sem við viljum kannski ekki sjá til lengri tíma. Þetta væri í lagi sem sveifla meðan pendullin að jafna sig eftir náttúrulega árþúsunda misrétti. En sem langvarandi ástand viljum við nú kannski ekki sjá þetta. Og þess vegna finnst mér nú ástæða til þess að fara svona huga að því hvernig hægt að jafna kynjahlutföllin í menntakerfinu. Þetta segja þetta sé 70-30 á öllum sviðum. Já, sko, á heildina og í flestum, og konur í meirihluta í flestum greinum í háskólanum. Það voru einhverja greinar sem voru ennþá kallagreinar, en ég ekki viss að sé nein orðin eftir, að minnst hvort eru þær þá örfáar. Konurnar hafa tekið nánast allar greinar yfir og víða gott ef ekki. En það sko, það eins og sé það einhverjar samfélagslegar undirliggjandi ástæður þarna sem þarf að greina betur. Það þarf að fara að laða karlmennina eða gera menntakerfið einhvern veginn meira bjóðandi fyrir unga karlmenn og svona eitthvað sem mætir þeirra áhugasviðum betur heldur en augljóslega sko. Heyrðu, fyrsta máli sem ég ætla að ræða reyndar, það þessir 100 dagar ríkisstjórnarinnar. Það sem mér þykir, búin að fylgjast lengi með þessu, mér finnst svona ásýndin svona mýkri og betri og svona, mér finnst það. Ásýnd ríkisstjórnarinnar er alveg allt önnur heldur en hefur verið og mér finnst mjög vænt það. Já, þetta alveg rétt. Þetta auðvitað það sem við vissum. Þær eru allar góðar, allar þrjár, forystu með ríkisstjórnarflokkana. Og systir þín líka. Takk fyrir það. Kristrún náttúrulega sem forsætisráðherra við sem þekkjum hana og höfum við starfað með henni frá því við vorum svo heppin að hún kom til okkur og var tilbúin að taka sér flokkin. Hún náttúrulega ber af, ekki bara, hún ber bara af á stjórnmálumönnum sem á ferðinni í dag og maður fer langt aftur í tímann. Og maður heyrir það bara og sér á samfélagsmiðlum, hún nýtur mjög mikils traust. Ríkisstjórnin þessi 100 daga hafa verið góðir, þeir hafa verið atvorkusamir, það mikið gert og mörg mál að koma fram.
Það tekja ýmsum málum sem ekki hefur verið tekið á áður. Hugmyndin sem var að almenningur gæti sent inn tillögur að sparnaði ríkisrekstrinum, þær virkuðu vel og auðvitað tekur tíma að vinna úr því. Það verður ekki gert bara í mánuðunum og eftir að klára, það tekur tíma, en allt hefur þetta virkað vel. Það er einhver nefnda störfum í því. Já, sem að verður og ég meina það þarf að kafa í gegnum og eitthvað svona, það er eins og gengur og gerist, en ég segi fyrir mitt liti því ég held að þetta fara í gegnum ríkisapparatið á mjög mörgum sviðum og draga saman og spara. Man segir nú stundu sko í tíð vinstri stjórn og Sjálfstæðisflokksins, undanfarin 7 ár með Framsókn og Vinstri grænum, fjölgaði ekki opinberu starfsmönnum 30%. Það eru að hafa í huga að það eru bæjarstarfsmenn í því líka. Kerfi hefur þanist út miklu meira heldur en kannski tekjuflæði til ríkisins. Ég hef stundum sagt að þetta sé að teiknast upp því miður sem einn stór kerfisvilla. Það er allir skattar í hæstum hæðum, eitthvað auðlundagjöldum sem er að hækka og það, en skattar á almenning eru í hæstu hæðum, en samt vantar allstað pening. Ég veit það. Og þörfin fyrir þá er mikil. Og þörfin mikil, og ég meina öllu sögðu vantar, þannig að ríkisstjórnin er bara með þetta, pluss það að ná hraða niður verðbólgu heldur en ætla var, fjárlagahallanum fyrir út. Var þetta ekki þannig að viðskilnað Vinstri-stjórn og Sjálfstæðisflokksins voru ekki, hvað voru það, 74 milljarðar eða 144 milljarðar í vaxtagjöld hjá ríkissjóði. Það munar ef það er hægt að lækka þetta allt saman, þá kemur það fram, en bara eins og þú segir, þessi 100 dagar hafa skilað sér vel og við stuðningsmenn þessara ríkisstjórnar, alveg sérstaklega stuðningsmenn Samfylkingar með okkar formann í broddi fylkingar erum auðvitað mjög ánægð með þetta. Ég hef stundum sagt sko, ég vildi óska þess að allir aðrir flokkar á Íslandi yrðu svo heppnir að geta átt möguleika að fá slíka formann eins og Kristrún Frostadóttir er hjá okkur. Já. Það væri bara gott fyrir land og þjóð. Já, það er gott, Kristján, við erum ánægð með formann. Gott að Kristján er glaður. En jú, hún er svona öðruvísi. Ég meina, Kristrún náttúrulega kom alveg eins og stormsveipur inn í stjórnmálin. Sko, ég er ekki lengur í Samfylkingunni, ég tek það fram, þannig að ég er ekki að tala sem flokksmaður. En mér finnst alveg gríðalegur munur á yfirbragði Samfylkingarinnar eftir að hún kom til sögunar. Og þetta spræka fólk með henni. Ég meina, Jóhann Páll er að standa sig feikilega vel. Alma Möller náttúrulega er bara þjóðardýrlingur og þetta er það er komin annar bragur á umræðuna, á stjórnmálaumræðuna, það er bara talað hlutina, rökræðan er bara tekin. Kristrún er geysilega sterk í efnahagsmálum til dæmis og það veður enginn neitt upp á dekk hjá henni í þeirri umræðu sem að skipti gríðalegu máli og ég tók bara eftir því þarna eldhúsdagsumræðunum í vetur, sko, hvað var bara það var bara frelsandi að hlusta á þingmenn Samfylkingarinnar. Það er komin einhver svona kjarkur í þá sem að var nú ekki á tímabili. Það er nú ólíku saman að jafna stöðunni tíma. Sko. Heyrðu, en hérna Inga Sæland var hérna í löngu samtali við okkur bræður á sunnudaginn og þá var hún svona bundin trúnaði. Hún mátti ekki segja alveg sko frá, en hún var að segja að okkur myndi bregða á mánudeginum, deginum eftir, því að þá kæmi fram einhverjir sko mikil áhrif frá flokki fólksins, eins og til dæmis með kjör öryrkja og eldri borgara og þetta sem hún var búin að vera að lofa. Og svo kemur þetta fram, alveg eins og hún hafði raunverulega sagt hérna á þess að geta nefnt það nákvæmlega. Og þegar það var að því, að þegar þessi blaðamannafundur, að þá hvernig sko Kristrún var mikil stóð og stytta Ingu á blaðamannafundinum. Hvað hún kunni þetta vel að hæla Ingu þetta frá flokki fólksins og hefði aldrei orðið nema að því sko. Er þetta ekki svolítið sætt? Jú. Já. Þetta er drengilegt sko. Og það er komin einhver svona bragur á ríkisstjórnarsamstarfi sem að ég held að fólki falli vel í ger. Þessi blaðamannafundur þeirra 3, ég held að flestir PR-menn myndu segja að hann hafi verið afar vel heppnaður. Það gerði þetta mjög vel, meðal annars það sem Ólína er að lýsa, hvernig Kristrún peppaði upp Ingu.
En þetta í rauninni sá bragur sem að hefur verið á ríkisstjórninni allan tíman og tölvert öðruvísi heldur við eigum að venjast. Kannski af því að þær eru allar konur að einhverju leiti, en líka hvernig þær hafa tamið sér svona hreinskiptni og tiltölulega stutt svör og reyna að láta skína í gegn traust og vináttu milli þeirra þriggja. En þá sýnist mér það hafa gengið bara príðilega. En það þarf náttúrulega líka að hafa í huga að ríkisstjórnir yfirleitt í byrjun njóta velvildar. Nú, ég sé að stjórnarandstaðan og sérstaklega Morgunblaðið hafa verið að túlka þessa fyrstu 100 daga ríkisstjórnarinnar þannig að þeir hafi reynst henni mjög erfiðir og jafnvel að velta fyrir sér hvort að ef að það kæmi aðri slíkir 100 dagar að ríkisstjórnin myndi lifa þetta af. Minn lestur á þessu allt annar. Mér sýnist að stjórnarandstaðan hingað til hafi verið gríðarlega máttlaus. Og þessi svokölluðu hneykslismál varðandi flokk fólksins held ég að séu fyrst og fremst bara stormar í vatnsglasi sem að munu ekki til lengri tíma hafa mikil áhrif. En búin hafa það náttúrulega? Já, meinarðu... Að ráðherra varða víkja? Já, ráðherra varða að segja af sér að sjálfsögðu það, já, ég að tala í rauninni stærri myndina. Já, fyrir. Frekar held auðvitað skiptir það miklu máli að Ásta Lóa var rakin úr embætti fyrir litlar eða engar sakir nema það að hafa heimsótt konur sem var ráðherra átt ekki að gera því embætti. En almennt held ég að ríkisstjórnin geti bara vel við unnað. Hún líka að setja fram mörg mál og nú hamast stjórnarandstaðan við það að ráðast á hana fyrir að leiðrétta útreikningsgrundvöllin fyrir veiðigjaldinu án þess þó að fara í einhverjar strúktúrbreytingar á kvótakerfinu. Og nú auðvitað eðlilegt að menn hafi skiptar skoðanir á þessu og það er við því að búast að einhverjir landsbyggðarmenn færi að segja að þetta bara landsbyggðarskattur. En miðað við það sem ég les í skoðanakannir meðal almennings kvótakerfi og veiðigjöld bara undanfarin ár og áratugi, þá kæmi það mér mjög á óvart ef að þessi áróður að það væri verið að kippa rekstrar grundvöllinum undan útgerðinni með þessu að það kemur mér mjög á óvart ef að það fengi einhvern umtalsverðan hljómgrunn meðal kjósenda. Það hefur verið sýnt fram á held ég að hagnaður í útgerðinni hefur verið einhver 24% á sama tíma og almenni hagnaðurinn einhvers staðar í kringum 10%. Og ég held að Íslendingar trúi því bara ekki að stórútgerðirnar sérstaklega lepi dauðan úr skell. Hins vegar það kannski flóknara hvernig á að taka á minni útgerðum og eitthvað þess áttar og vel má vera að það þurfi eitthvað að huga því meðferðinni í þinginu, en ég held að þetta sé ekki mál sem að muni skora mikið fyrir stjórnarandstöðuna. Og síðan vekur það sérstaka athygli minni líka með stjórnarandstöðuna að á þeim alvarlegu tímum sem við lifum núna á að þá minnir málflutningur stjórnarandstöðunar í þinginu á svona krakkafundi morfís. Það er að segja að menn hlaupa upp í þinginu, eru með aulabrandara, eru með svona skítkast á stjórnina. Þetta að vísa ekkert nýtt. Þetta hefur alltaf verið, en mér hefur alltaf fundist þetta ósiður og ég tek líka sérstaklega eftir því að núna þegar að veröldin váleg og við búum við skelfilega stjórn í Bandaríkjunum, heimskerfið í heimsmálunum sem Bandaríkjamenn koma á upp úr stríðinu riða til falls, eða kannski ekki alveg til falls, en það eru miklu brestir. Bandaríska stjórnkerfið sem ég kenndi í áratugi og taldi að það yrði aldrei háski á því að lýðræði liði undir lok í Bandaríkjunum og að mannréttindi væru þar hundsuð, að nú eru menn sem að vita á með raunverulegar áhyggjur af þróun í þá átt í Bandaríkjunum. Og þetta auðvitað ný staða og ég hef tekið eftir því
að Íslendingar hafa mínu mati brugðist mjög skynsamlega við þessum breyttu tímum. Menn átta sig á því að auðvitað nauðsynlegt að reyna að halda í varnarsamningi við Bandaríkin, en hann bara ekki jafn sjálfgefinn og hann var. Það augljóslega nauðsynlegt að Ísland halli sér meira að Evrópuþjóðunum sem eru núna í forsvari fyrir frelsi, lýðræði og mannréttindi í heiminum. Bandaríkin eru það ekki lengur. Og hér á Íslandi hef ég sérstaklega tekið eftir 3 konum sem að hafa mínu mati talað af meiri yfirvegun og skynsemi þessi mál heldur en aðrir. Og það forsætisráðherrann Kristrún Frostadóttir, utanríkisráðherrann Þorgerður Katrín Gunnarsdóttir og fyrrverandi utanríkisráðherra sjálfstæðismaðurinn Þórdís Kolbrún Reykfjörð Gylfadóttir sem að hefur og sérstaklega hún Þórdís, þar sem að hún hefur til málanna að leggja á þessum tímum af allt öðru tagi heldur en það sem að stjórnarandstaðan í þinginu í sínum morfístælum leggur til. En Þórdís náttúrulega að mínum mati einn merkasti stjórnmálamaður samtímans, þó að sjálfstæðisflokkurinn hefði ekki getað notað hana sem formann á nýlegu landsfundi. Ég getur fá skýring á því, af hverju það var? Ég held að það hljóta að vera bara vegna þess að hún hefur metið að þannig að hún ætti ekki möguleika á kjöri að það sé nægilegt. Og það ég veit þetta auðvitað ekki, en ég held að það sé stór hópur sem við getum flokkað svona hægra megin í sjálfstæðisflokknum sem að vill bara ekki Þórdísi Kolbrúnu, telur hana of nálægt miðjunni og mörgum þeirra líkaði mjög illa hvernig hún brást við varðandi sendiráðið í Moskvu og þeim hefur heldur ekki líka hvað hún hefur gekk hart fram í að láta Ísland styðja Úkraínu í innrásarstríði Rússa gegn þeim. En auðvitað veit þetta engin nákvæmlega. En við verðum að taka fram að við vorum að tala í Bandaríkjunum að þátturinn þessi tekin upp áður en við sjáum tollana sem að Trump allar leggja á. Við veitum ekki. En það eitt sem að ég vil nefna sem eru gleðifréttir frá Bandaríkjunum sem ég sá áðan. Það að segja að það var verið að kjósa hæstaréttardómara í Wisconsin. Þar kjósaðir hæstaréttardómara og Elon Musk, brúnstakkurinn Elon Musk, setti gríðarlega fjármuni í það að reyna að koma í veg fyrir að frjálslyndi frambjóðandinn Susan Crawford næði kjöri, en almenningur í Wisconsin reis upp. Það var hannað slagorðið fólkið gegn Elon Musk og Susan Crawford vann 55%, 45% og það kæmi mér ekki á óvart að við myndum sjá í framhaldinu meiri sem sé svona vakningu meðal heiðarlegra og frjálslyndra Bandaríkjamanna að nú sé allt og langt gengið og það þurfi raunverulega að mæta á kjörstað og mæta þessum skelfingum sem að Trump að leiða yfir bandarísku þjóðuna. Ég ætla að spá því að Trump verið búin að losa sig við Tesla, Elon Musk innan 6 mánaða. Þá verður hann búin að gera allt vitlaust og pressa verður svo mikið að þeir henda honum á haugana og farið hefur þá fyrir betra. Ég upplifi mig skyndilega í mjög mikilli óvissu út af þessum áhrifum Trump sem ég hafði nú ekki séð fyrir þegar ég fekk tilkynningu Fulbright-styrk núna undir lok síðasta árs. Með fyrirhugaða rannsóknardvöl við Berkeley-háskóla næsta haust. En þá bara gerist það bara skrúað fyrir allar styrkveitingar og vísinda samstarf, það er allt búið að vera í óvissu vikum saman og þó það horfi nú síðan útlit fyrir að Fulbright muni geta staðið við sína skuldbindingar, þá er það samt ekki komið endanlega á hreint. Þannig að það er svolítið skrítið að vera Íslendingur í pínulitlum háskóla hér heima á Íslandi og vera allt í einu bara farin að upplifa það á sjálfum sér að tilskipanir af hálfu Trump-stjórnarinnar eru farnar að hafa beinleinis áhrif bara hingað á akademíuna. Já, okkur er líka mjög sérstakt. Að
fræðimenn sem eru að fara ráðstefnur og fleira í Bandaríkjunum, þeir bara afbókið sig. Margir afbóka sig. Það er komin sko orðalisti, það er komin bannorðalisti frá stjórninni og á þessum lista eru hérna kyn, gender, sex, women, men, equality, þetta er sko 100 orð eða meira sem ekki má nota í styrkumsóknum eða í rannsóknum yfirleitt. Þannig að þetta gerir sko þetta gerir allt vísindastarf nema kannski eðlisfræði sko marklaust. Og það var hérna, ég veit þetta því að bekkjarbróðir minn gamall, hann hérna var í samstarfi, hann var í samstarfi við lækni í Bandaríkjunum og þeir voru að sækja styrk til þess að athuga sko áhrif ljós á tíðarhring kvenna, ljóslotunar, hvort það væri mismunur á norðlægum slóðum og það sem sóla nýtur meira allt árið. Og hann sagði þetta sko sleið út af borðinu alveg leið. Það voru það konur og kyn. Þannig að þetta er svo idiotíst. Eða hérna gay er orðið bannorð. Og trans. Og í hérna Pentagon, þar er búið að þar hefur verið farið í sko skjalasöfn sem til Pentagon og orðið gay er alltaf þurrkað út, allstaðar. Flugvélin sem kastaði kjarnorkusprengin á Hiroshima eða Nagasaki heitir Enola Gay, þurrkað út. Hvað er? Já, og þetta heitir og flugmaðurinn sko skýrði vélina í höfuðið á móður sinni. Svo er einhver aðmírall eða einhver svona háttsettur hershöfðingi með sko alveg bara svona svo skeljaskrímsli. Hann heitir Gay eða eftir nafni. Allar upplýsingar hann og myndin og allt saman þurrkað út. Þetta er svo idiotist að það næri ekki nokkru tali sko. Það er náttúrulega búið að vera ljóst ekki bara núlandi Trump heldur í nokkra áratugi að repúblikanar hafa í vaxandi mæli talað gegn vísindum. Þeir hafa efast vísindarlega niðurstöður, sagt að niðurstöður vísindamanna séu bara skoðanir, allt séu bara skoðanir, það séu engar staðreyndir, það séu bara values eða gildi. Og fyrir okkur sem að höfum trú á því sem sannara reynist, er þetta náttúrulega mjög alvarlegt. Það er ekki þeir eru komni með heilbrigðisráðherra sem tala nú ekki sko, en það sem að mér finnst sérstaklega háðulegt kemur í beinu framhald af því sem hann Kristján var að segja, að þetta lið í kringum Trump sem að er nú ævinlega meira og meira að svipa til brúnstakka Hitlers og svartstakka Mussolinis, að þetta lið hatast sérstaklega við þar sem þeir kalla woke. Upprunalega þýddi nú woke bara það að þeir sem voru woke, það voru þeir sem að héldu til haga mannréttindum og börðust gegn rasisma. En þetta lið sem að ræðist sérstaklega á vinstri menn fyrir það sem kallað er pólitískur rétttrúnaður, að þeir standa fyrir slíkum pólitískum rétttrúnaði að vinstri pólitíski rétttrúnaðurinn bliknar algjörlega í þeim samanburði. Hvað eru þeir að gera? Þeir eru að ráðast á vísindin, þeir eru að ráðast á vísindarlega þekkingu, þeir eru að banna bækur í löngum bunum, þeir hérna... Og taka fólk úr umferð. Þeir taka fólk úr umferð, þeir hérna sko hneykslast á því að það hefur eitthvað verið það í Suðurríkjunum að þar hafi verið brotnar niður styttur af herforingjum þeirra sem að studdu þrælastríðið, studdu þrælahaldið í Bandaríkjunum í borgarastríðinu og þetta hefur þeim þótt til marks gífurlegt ofstæki. Nú móðu við að deilum það hvort að þeir brjóta niður styttur eða ekki af vílmennum, en hins vegar sko, það sem þeir eru að gera nálgast í rauninni óþægilega mikið fasisma. Því miður er það bara þannig. Og svo heyrum við enduróma þessu hér
að hér eru menn að reyna að gera vók að einhverju máli. Það hefur gjörsamlega mistekist, það mistókst í kosningabaráttunni. Hér voru menn líka í síðustu kosningabaráttu og það var nú það sem mér þótti ánægilegast við hana, að það voru ákveðin öfl þar sem að héldu að þeir gætu gert innflytjendamálin, að aðalmáli kosninganna. Þeir voru að segja okkur að eitt helsta vandamál Íslendinga núna væru það að innflytjendamálin væru stjórnlaus. Þessi áhersla mistókst gjörsamlega í þessum kosningum. Það eitt sem að hefur breyst finnst mér líka í stjórnmála lífinu hjá okkur Íslendingum. Svo ég hætti nú að hugsa Trump, talandi þetta með síðustu kosningar, að mér finnst, mín tilfinning svo að árin fyrir bara á undan þessu kjörtímabili, vinstri stjórn Sjálfstæðisflokksins og árin þar á undan hafi einkennst voða mikið af svona ákveðnu innihaldsleysi og aðgerðaleysi. Þá varð innviðaskuldin alltaf þyngri og þyngri og ákveðnir hlutir sem voru látnir reka á reiðanum. Núna er ég með þá tilfinningu, mér finnst, eins og á þessum fyrstu 100 dögum ríkisstjórnarinnar hafi jafnvel meira verið gert heldur en í stjórnartíð ríkisstjórnarinnar á undan. Þetta er bara tilfinning sem ég hef. Hvort að hún helgast af málflutningi eða framgöngu, það kann að vera, en til dæmis þetta með veiðileyfagjöldin, þetta er bara, afgerandi aðgerð sem er ákveðin og þessi aðgerðaáætlun sem að kom fram þarna með aðgerðir í þágu öryrkja og ellir lífeyrisþega og fleira, það er ykkur svona, fólk að fara að fá tilfinningu, það er ykkur svona verkgleði í gangi og það er svo frelsandi eftir allt sem á undan er gengið. Einu höfðu þeir þeir sem hafi verið í þinginu, mér finnst svona í upphafi þingvetrar að þessa tímabils að það vantaði alltaf mál, þau voru alltaf að tala nefndirnar höfðu ekkert að gera, kom ekki mál frá ríkisstjórninni, ég var búin að heyra þetta í áratugi, en svo núna bara streyma mál. Akkurat, veldur hver á heldur, segir máltækið. Það segir allt í einu, ég undrast þetta í mörg ára, það er bara ekki fundafært, það er ekkert að gera, en núna er bara... En nú er gangur í hlutunum, Já, og meiri sé að skammast yfir því að það sé ekki búið að undirbúa veiðigjaldafrumvarpið nægilega vel. Það hefði eftir að geyma það í nokkra mánuði að koma því fram. Nú mun náttúrulega hefjast mikið áróður stríð, eins og gerðist þegar Jóhannustjórnin setti veiðigjöldin á. Það mun hefjast mikið áróður stríð og það verður mikið talað að það sé verið að leggja niður landvinnsluna og svo framvegis. En hafi nú nokkur haft áhrif til hins verra varðandi landvinnsluna í þessu landi, þá er það náttúrulega stórútgerðin. Því að það er náttúrulega hennar vegna og vegna kvótakerfisins sem að sjávarútvegsplássin flosnuðu upp hringinn í kringum landið. En það er bara önnur umræða, En þetta verður þetta einfaldasta aðgerðin sem að þessi ríkisstjórn gat gripið til þess að ná fram einhver jafnræði í sambandi við sjávarútvegsmálin, það var að fara í veiðigjöldin því að það er náttúrulega alveg fyrir séð og náttúrulega reynsla sýnir að tilraunin til að breyta sjálfu kerfinu, það er bara virðist alltaf vera óvinnandi vegur. Þetta er náttúrulega, þetta er nýja ríkisstjórn, ég kemur þó með þetta, en þetta er alveg rétt sem þú segir, að hér áður fyrir, við erum að hafa fyrra kjörtíðanbil síðustu ríkisstjórnar, það var ekki nema 2 ár. Svo tók COVID yfir, embættismenn og COVID. Þannig að þau sátu bara í sínu stólum. Það var ekkert að gerast. Seinna kjörtímabilið var eins og það var og besta lýsingin á því er náttúrulega það sem að Svandís Svavarsdóttir var að segja í Sprengisandi síðustu helgi, að þau áttu að hætta í þeirri ríkisstjórn og sprengja hana í ársbyrjun 2023. Við erum bara að verða þessi áskynja betur og betur og fá staðfestingar á því á þessum lélugu mánuðum og árum sem síðasta vinstri stjórn Sjálfstæðisflokksins satt. Það sem lítið gerðist og besta lýsingin er auðvitað á þessu. Plús það náttúrulega bara að þegar Bjarni gefst upp og sprengir hana og efni til kosninga, þá eru niðurstaðan á stjórnarflokkunum eins og hún er, sem er reyndar að verða bara lenska út allan heim, sitjandi ríkisstjórn er bara refsað og nýkosin í staðinn, sáu við bara Grænland og fleiri lönd. En þetta er hárrétt sem þú segir, það er mikið verklag
og verkstjórn og mál að koma fyrr inn og ég segi fyrir mitt liti, ég hefði alltaf sem regla þegar ég var ráðherra að gera öll mál klára yfir sumarið og kom með inn í byrjun, þannig að kláruðist fyrir jól. Ég hef tekið eftir málum frá heilbrigðisráðuneytinu frá systeminni, þau komu snemma inn og það er búið að samþykkja held ég 3. Hvað er langt liðið síðan Alþingi kom saman? Bara finito og búið að krossa við frá. Bara fínt mál. Þetta er breyting. Já. Má ég kannski aðeins Sigurjón sko benda í varandi þetta sko og síðustu stjórn að í bókinni sem ég nefndi áðan Loggbát og í Ólgursjó þá sýnum við fram á að megin ástæðan fyrir því að ríkisstjórn Katrínar vann kosningarnar 2021 var COVID og það að íslenskir kjósendur upp til hópa töldu að ríkisstjórnin hefði staðið sig afar vel í viðbröðunum við COVID. Í öllum öðrum kosningum eftir hrun hafa ríkisstjórnir tapað meirihlutanum. Og við erum núna félagarnir í kosningarannsókninni að skrifa grein sem að birtist væntanlega í júní og það sem vakti athygli mína þar meðal annars, það er margt mjög forvitnilegt þar, en þar kemur fram að við höfum í þessum kosningarannsóknum spurt kjósendur hvaða flokkur sé með bestu stefnuna í tilteknum málum og það er ekkit endilega þannig að allir nefni bara sinn flokk. Til að mynda hefur það verið áberandi í undanfarin ár sko að flokkur fólksins er eða flestir kjósendur eru þeirra skoðunar að flokkur fólksins sé með bestu stefnuna í málefnum eldri borgara. Sjálfstæðisflokkurinn, og það er talað að menn eigi mál, þetta er kallað issue ownership, Sjálfstæðisflokkurinn hefur lengi átt efnahagsmálin og 2021 þá voru það milli 30 og 40% sem sögðu að Sjálfstæðisflokkurinn væri með bestu stefnuna í efnahagsmálum og þá eru þeir sem sögðu að enginn væri með bestu stefnu og þeir sem sögðu veit ekki, þeir eru inn í þeirri tölu. Ef að við tökum þá burtu þá var það helmingur kjósenda sem sagði Sjálfstæðisflokkurinn með bestu stefnuna í efnahagsmálum. Eftir kosningarnar 24 er hann ekki lengur efstur varðandi efnahagsmálin. Hann fer úr 36-7 ef ég man rétt niður í 24%. En það sem er kannski merkilegast er að Samfylkingin sem besti flokkurinn í efnahagsmálum miðað við mat kjósendana fer úr 5% í 2021 í einhver 26%. Þannig að 2024 er greinilegt að það eru fleiri kjósendur sem telja að Samfylkingin hafi haft bestu stefnuna í efnahagsmálum heldur en þeir sem töldu að það væri Sjálfstæðisflokkurinn. Og ég held að það sýni að málflutningur Kristrúnar og breytt ásýnd Samfylkingarinnar og meiri áhersla á það sem þau kalla hefðbundna jafnaðarstefnu og meira kannski svona kjör venjulegs fólks sem að reyndar margir krataflokkar í Evrópu hafa verið að taka upp vegna þess að þeim hefur gengið illa og margir talið það vera vegna þess að þessir gömlu verklýsflokkar, þeir hafa orðið svona menntamannaflokkar, lagt áherslu meiri á mannréttindamál og ýmislega þessar, en kannski gleymt sínum gömlu umbjóðendum. En þetta finnst mér mjög athyglisvert og við pærum líka rök fyrir því að alveg eins og COVID var kannski megin skýring á sigrinum 2021 þá hafi staða efnahagsmálana verið kannski megin skýringin ásamt fleirum á hruni ríkisstjórnarflokkana 2024. Sko, tími líður hratt og mjög sem örg en mér langar að ræða þessum menninguna. Já, það var komin tími til. Í gær heyrði ég frétt eða viðtal við forstjóra Hörpu sem segir að það er bara einhver 100 milljón króna 300-400 milljón króna hagnaður af Hörpu sem að náttúrulega umdeilt á sínum tíma hefðum haldið áfram að byggja hana í hruninu og allt það en þetta er mikla menningahús. Hvernig, hvað segir heimsöngvarinn? Hvernig er að syngja þar? Það er frábært að syngja þar. Eldborgin er einhver besti tónleikasalur sem ég þekki. Sungið víða.
Já, en það segja það allir sem koma hingað, sko. Það sé úrvals virkilega, hinir salirnir ekki eins góðir, sko, en það skiptir engu máli. Þessi salur algjörlega frábær. Og gleðilegt að hérna skuli vera komin hagnaður af rekstrinum, það bara íra stórgóðslega. Já. Það var svo dásamlegt þegar harpan í raun og veru reis eftir hrun. Hún var svona ég man svo sko sjónrænt eftir þessu. Að þetta dásamlega fallega hús bara kom þarna eins og gimsteinn, eins og bara ný von eftir þetta hrikalega hrun og allt sem að því fylgdi. En svo hafa sko deilurnar og skoðana ágreiningurinn í okkur Íslendingum í kringum alla hluti, líka þá sem veit okkur von og vísa fram á veg. Það svo típist og svo leiðilegt að verða vitna að því svona árum og áratugum saman. Fyrst það verið enn svona? Já, stóð alltaf styrum hörpuna og það lá við að það væru svona sko ófremdar óskir uppi. En mjög gott að sjá það að þetta menningarmusteri okkar Íslendinga að þjóna sínu hlutverki vel og stendur vel undir sér. Og ég má nú til með að nefna aðild rannsóknarsetur sem skapandi greinar sem nú vistað við Háskólann á Bifröst, en í eigu allra háskólana. Það rannsóknarsetur sem aðeins bara 30 ára gamalt, en að beita sér fyrir einmitt úttektum og rannsóknum á áhrifum skapandi greina í okkar samfélagi. Og þessi rannsókn meðal annars einn liður í því. Gaman að geta getið þess bara í þessu samhengi. Því að auðvitað því þetta sko að mörgu leyti sko vanræktur eða vanmetin þáttur í samfélagsgerðinni. Það skapandi greinar því þær teygja sig eins og æðakerfi út í raun og veru alla atvinnuvegi þjóðarinnar og hafa náttúrulega gríðarlega möguleika. En núna horfum við fram á það bara hver söngskólinn eftir öðrum til dæmis bara að leggja blöfana. Það nefnilega það, sko. Þetta verður ekki til af engu. Þess vegna þarf að hlúa að þessu starfi. Við sko allt þetta fólk tónlistafólk sem skara fram úr út allt. Ólafur Kjartan, fasta gestur í Bayreuth, Stefán Ragnar Höskuldsson, fyrsti flautuleikari Berlínarfílharmoníunnar, þar áður fyrsti flautuleikari Chicago Symfóníunnar og þar áður fyrsti flautuleikari Metropolitan-óperunnar. Sko þetta Svo Dísela, hún ekki að gera eitthvað líka? Dísela, já. Og fullt af fólki sem að Jónasdóttir og fleiri. Það gaman að heyra þetta á stórsaukvaranum með Hörpuna og Eldborgina. Það náttúrulega alveg sérstaklega gaman að koma þarna. Alveg. Dýrlegt alveg. Man leggur það nú ekki saman að sitja í Laugardalshöllinni eða fara þarna, því nú ekki hægt að leggja það saman. Eða Háskólabíó. En sko, að þú segir sko, hún fyrst skipti að skila hagnaði, það ekki? Jú, ég held það. Sko, ég var að hugsa til þess í ríkisstjórn þegar bankakerfið hrundi. Ég man nú ekki hvað var komið langt, hvað var búið að steypa mikið að Hörpunni, en þá voru umræðurinn í ríkisstjórn hvort það væri hægt að halda áfram eða hvort það að stoppa. Og þá var eitt sem að nefndi það hvort að menn ætluðu virkilega að hafa þennan grunn sem minnisvarða bankarhrunið á Íslandi og hvort það veri ekki nauðsynlegt að halda áfram og klára. Og það var niðurstaðan sem betur fer. Ég meina, hagfræðin þannig að ríkið á að vera í framkvæmdum þegar erfiðleikar eru. Hagfræði 101 ekki, prófessor. Algjörlega. Og halda svo að sér höndum. Og það var gert þarna ásamt ýmsu öðru. Ég get nú nefnt að á þessum árum ennþá Íslandsmet í framkvæmdum í samgöngumálum. Það 2008 og 2009. Það ennþá, það stendur ennþá. Þrátt fyrir COVID-tíma það sem þurfti ekki að slá upphæðir í Seðlabankanum að einhverjum háum upphæðum milljörðum eða milljarðahundruðum í skuldabréf og íta svo á print á þeim tíma. Þrátt fyrir þetta þá stendur Íslandsmetið ennþá. En harpan var gerð og þvílíkt og annað eins, hvað þetta glæsilegt. Ég vil taka undir allt sem hér hefur verið sagt og ég minnist þess einmitt eins og Kristján var að nefna að það voru ýmsir sem sögðu eftir hrunið að við hefðum nú ekki efni á því að fara að setja meiri peninga í þetta monthús, Hörpuna. Það væri hins vegar mjög við hæfi til að minna Íslendinga á sín eigin fíflaskap
að hafa hálfbyggt húsi þarna sem minnisvarða fíflsku í fjármálum. Það var hins vegar ekki ofan á og ef ég man rétt tóku þær höndum saman, auðvitað konur, Katrín Jakobsdóttir forsætisráðherra og Hanna Birna borgarstjóri og áttu þátt í því að það var tekin svo gáfulega afstaða að klára þessa byggingu þó að auðvitað hafi einhverju fleiri komið þar að. En ég hef sjaldan orðið eins glaður eins og þegar að Harpan var opnuð og hef verið þar tíður gestur síðan og þetta er algjörlega stórkostlegt hús. Það er líka sérstaklega eftir þetta verk sem að hann Kristín var að nefna þó að við eigum nú kannski að hafa hóf á sjálfshólinu en það er með ólíkindum hvað Íslendingar eiga mikið af listamönnum í fremstu röð sem eru algjörlega á heimsvísu í mörgum greinum lista en ekki síst í tónlistinni og menn þurfa auðvitað að hlú vel að tónlistaskólanum. Ég held að það hafi skipt sköpum, ætli það hafi ekki verið 1968 eða þar bil, þegar að Gylfi Þ. Gíslason, þáverandi menntamálaráðherra, lét samþykkja lög tónlistarskólana á Íslandi og ég hef heyrt marga tónlistarmenn dásama að þessi framkvæmd hafi skipt gríðarlegu máli fyrir framþróun tónlistarinnar í landinu. En ég er nú svo heppin að eiga konu sem mikill óperuunnandi og hún fór að láta mér hlusta óperur fertugt og nú er ég orðin algjörlega forfallin og auðvitað kemur upp í mann lítið svona þjóðarstolt eins og til að mynda þegar ég var fyrir mörgum árum í San Francisco og fór þar ásamt frú Hjördísi til þess að hlusta á stórsöngvaran Kristinn syngja þar í Hollendingum fljúgandi sem að hann gerði náttúrulega með miklum sóma og var mér að sjá svo rausnarlegur á þessu litla landi að bjóða okkur baksviðs eftir sýninguna og núna í ágúst þá sá ég Ólaf Kjartan í 2 sýningum í Bayreuth og núna bara alveg á dögunum fórum við til Barcelona og hlustuðum á Ólaf Kjartan í Lohengrin sem var algjörlega stórkostleg sýning. Og þó að það séu þetta ómetanlegt að geta fengið að njóta heimslistarinnar hér á Íslandi þá getum við pensjónistar sem erum á þokkalegum eftirlaunum það verður því miður ekki allir við getum líka farið til útlanda til þess að sjá Íslendinga brillera en mér hefur nú samt og líka til að vera hér í Pollýönnuleiknum að mér hefur nú fundist að það hefur komið skýrar og skýrar fram seinni árin hvað listirnar eru ekki bara einhver fjárhagslegur baggi heldur eru þær að skapa gríðarleg verðmæti fyrir íslenskt þjóðarbú. Mér hefur heldur líka fundist að það hafi heldur minnkað þetta nöldur varðandi þá opinberu styrki sem að eru til menningarstofnana. Auðvitað er það þannig allan hinn vestræna heim að bæði hægri stjórnir og vinstri stjórnir telja nauðsynlegt að styrkja myndarlega helstu menningarstofnanir, óperur, leikhús, listasöfn og þar fram eftir götunum og mjög margar þeirra líka telja líka mikilvægt að styðja myndarlega ríkisfjölmiðla. Hér hefur verið nöldrað yfir þessu öllu en mér hefur einhvern veginn fundist að nöldrið hafi farið minnkandi og allar kannanir sem ég hef séð benda til þess að þessi skoðun að þetta sé bruðl og óhóf sé skoðun tiltölulega lítils hóps öfgasinnaðra einstaklinga. En ég hef nú ekki nákvæmur mælingar þetta reyndar en þetta er mín tilfinning. Haldið ekki að COVID hafi svo litið hjálpað til varðandi það að fólk fór kannski að
lærði betur að meta sko eða átta sig á hlutverki lista og listrænar afþreyingar. Ég ekki frá því, þá myndaðist, munið ekki eftir þess, það myndaðist þessi stemning að fá söngvara heim og íta undir svona eitt og annað listrænt til þess að létta fólki lífið í einangrun og innilokun. Og fólk, maður sá, ég varð vör við að því ég nú mikið á Facebook sko, að þá kom þessi umræða, hvað ef söngurinn hljóðnaði nú? Það kom bara þessi hugsun. Og hugsið ykkur það að það væri engin tónlist, engin myndlist, ekkert sem gleddi auga. Ég ekki frá því að COVID hafi aðeins vakið okkur svolítið til umhugsunar ágæti góðra bóka og góðra tónlistar. Kosturinn við COVID var auðvitað sá að hraðin í lífinu minnkaði og sumir fengu ofurlítinn tíma til þess að hugsa og njóta raunverulegra gæða í lífinu. Já, nefnilega, það er nokkuð til í því sko. Já, ágæta fólk. Nú klukkusundin okkar liðin og þetta búið að vera mjög gaman. Kristín, Ólína, Ólafur og Kristján, ég þakka ykkur mikið fyrir komuna og svo heldur Rauða borðið áfram eftir augnablik. Samstöðin í eigu hlustenda, áhorfenda og lesenda. Já, við höfum oft við Rauðaborðið verið með viðtöla sem verið svona safnað saman mósaík í svona íslenska stjórnmálasögu, einhver kannski þá sögu sem að tengist, við getum kallað bara frelsisbaráttu almennings. Það svona alþýðu stjórnmálin og daginn að þá sá ég á Facebook eins og maður sérstundum Margrét Tryggvadóttir, fyrrverandi þingkona borgarhreyfingarinnar og hreyfingarinnar, núverandi formaður Rithöfundasambandsins, var að skrifa eitthvað átöki sem hafa verið inn í Sjálfstæðisflokknum. Þetta myndi sig á borgarhreyfinguna eða svona tímabili í hennar sögu. Og ég ákvað að fá hana til þess að ræða það, ekki til þess að ræða átökin í Sjálfstæðisflokknum. Margrét Tryggvadóttir, þetta er velkomin. Takk. Þú skrifaði náttúrulega bók. Já, ég þurfti aðeins að gera þetta upp og eiginlega bara, ég fann það eiginlega bara strax og ég var komin hann inn að þetta voru ótrúlega merkilegi tímar og það var svo margt merkilegt að gerast að ég svona eiginlega ákvað strax að ég myndi skrifa bók þetta og hélt ýmsu til haga, svona hélt utan gögnin mín. Og svo þegar þingsetu minni lauk þá bara vatt ég mér í það verkefni og það var líka bara, þetta voru miklir átakatímar, þetta tók á mann. Já, þetta er bæði sko átökin sem eru í samfélaginu. Já. Og þetta er líka hvernig stjórnmál götunar geta mótast og formast og hvernig svo hreyfingar. Bara einhvern veginn menningunin á þingi og málin sem við vorum að takast á og þetta bara hrunið og hvernig unni var úr því og bara hvað áhrif það hafði á mig líka og þetta er líka svolítið mín saga og þetta sko, ég tek það bara alveg fram í formála þessa rit sem ég man nú ekki alveg orðið frá því því meir en 10, það 11 ár síðan kom út þessi bók að þetta sko, þetta er mitt sjónarhorn. Ég ekki að þykjast vera óháður sagnfræðingur, þannig ég að greina frá alls konar átökum bæði inn á þingi en líka annar staðar sem ég var þáttakandi í og það bara fólk verður að hafa bara vera meðvitað það þegar það les. Þetta er vitnisburður. Þetta er ekki sagnfræðileg rannsókn. Og bara ekki bara þessa bók heldur bara bækur sem stjórnmálamenn almennt skrifa. Við skrifum þetta frá okkar sjónarhóli og hvernig málin horfðu við okkur. Og stundum skrifið náttúrulega ekki eitthvað. Já, svo er það líka það. Það bent á daginn að það væri merkilegt að við æfis og ekki sortið það sem var ekki í bókinni. Já, ég hef ekki lesið hana, ég veit ekki. Herðu, en varðandi það rifjaðist upp þegar ég var að lasa Facebook statusinn, þannig já, alveg rétt, já. Borgarhreyfingin var stjórnmálafl sem var til í skyndingu við það var búið skömmu fyrir var eftir kosninga að sömuleyti var rótað saman hópi sem hafði tekið þátt í að mótmæla fólk sem sagði við viljum þetta ekki kannski ekki alveg ljóst hvað við vildum þá í staðinn þannig að það bara vannst ekki tími til þess að móta slíka hreyfingu. En þið bjóðið fram og fáið bara frábært kjör, 4 þingmenn. Já, við fengum held ég 7,2% sem var bara rosalega fínt og sérstaklega í því landslægi vegna þess að þú veist 2007, þetta var 2009, þá bauð Íslandshreyfingin fram
eitti held ég 40 milljónum í kostningabartu og náði sko 2,5% og það voru eiginlega allir að segja við ykkur, þú veist, þetta gengur aldrei, þú veist, það bara fjórflokkurinn og það svo ofsalega erfitt fyrir nýtt afl að ná inn. Þetta var náttúrulega tíminn til þess. Þetta var það svolítið, en samt ekki, vegna þess að almenningur var enn í myrkri. Það ekki fyrr en árið eftir þegar bestiflokkurinn bara tekur borgina, þegar að skýrsla rannsóknarnefndar Alþingis komin og fólk var búið að átta sig á bara hvað hafði í raun og veru gerst og hvar ábyrgðin lá, sem að svona, og þá vorum við kannski búin aðeins að, þú veist, velta steinum úr gödunni, Þarna var spilaborgin enn að hrynja. Já, og ég menna, og þú veist, Jóngnar kemur bara þarna og segist, þú veist, ætla að þú veist, hafa ísbjörn í húsdýragarðinum og bara fólki, þá kom andofsfylgið, Allt annað en þetta, einhvern veginn. Akkurat, og við getum allt eins haft bara trúð í borgarstjórastólnum eins og núverandi Þið náðu ágætiskjöri og fínt fólk sem að fyrir á þing svona utan frá séð. Þetta alls konar persónulega átök þar inni en það var, þú ferðin á þing, Birgitta Jónsdóttir, Þráinn Bertelsson og Þór Sari. Ég held að það sé allt saman sóma þingmenn. Já, og ég held að við höfum öll stað okkur vel og við höfum unnið með ólíkum hætti. En stuttu síðar, bara þeir eru alla komin inn á þing, að þá verður mikil átök inn í hreyfingunni. Já, þau byrja fyrr og þetta í raun þannig að borgarhreyfingin verður til 6 vikum fyrir kosningar. Þú veist, þeir sem koma að henni eru 2 hópar og svo fólk eins og ég sem að bara koma inn á götunni. Annar hópurinn kendi sig við Reykjavíkurakademíu, hefði verið að hittast þar og vera með kannski svolítið menntaspjall hugmyndir án þess að það væri einhver menntunar þröskuldur þangað inn. Þar var til dæmis Birgitta Jónsdóttir og Þór Sari. Hinn hópurinn sem var svona stóru ábyrjandi var hópurinn sem hafði staði fyrir borgarafundunum sem að kannski muni ekki allir muni eftir Austurvelli og þeim mótmælum, en það var annar hópur. Það muni margir eftir fundunum í Háskólabíói, þeir eru ekki þjóðin sem að mun hafa kannski ekki verið sagt. Sem var einmitt ekki held ég sagt, heldur einhvern veginn öðruvísi. En það hefði verið fundir í Iðnó, þessi fundur og fleiri sem er í Háskólabíói. Gunnar Sigurðsson, leikstjóri, fundarstjóri. Akkurat, já. Þegar að listunum svo stilt upp, það var, þú veist, ég kem ekki þarna inn bara fyrir 3 vikum fyrir kosningar eða eitthvað. Og úr verður að ég leiði listan í Suðurkjördæmi, Þráinn sem kom líka af götunni, hann leiðir 1 lista, svo eru þessar 2 oddvitar sem hefur verið í borgarafundunum og 2 úr Reykjavíkurakademíunni. Þegar að tekið upp úr Kjörgossunum að þá þarna 1 hópur sem er færingar fulltrúa og það held ég að sé að mörguleiti svona rótað vanda. Sem þá hópurinn sem tengdist borgarum. Já, en hins vegar, ég lendi kem bara inn á götunni, hendi mér út í kosningabaratu og bara með mínum hóp í Suðurkjördæmi. Ég áttaði mig engan veginn á að það logaði allt stafnan á milli. Því að það var þannig og þannig að þessi átök og hvort að þetta eru formaður eða ekki formaður og allt strúktúr og hver ætti að ræða, hver ætti að vera talsmaður og allt þetta. Þetta hafði allt verið að malla og ég hafði ekki hugmynd það. Ég bara kynnist frábæri fólki sem með mér á lista í Suðurkjördæmi við rúndum kjördæmi, þetta var rosalega stutt. Ég tek þetta að mér bara sem ég ákvað bara að gera eitthvað á hverjum degi. Ég var sjálfstæð starfandi, á hverjum degi ætla ég að gera eitthvað, mæta á mótmæli, hvetja til ykkur, skrifa ykkur að greina, gera eitthvað. Það var ég búin að ákveða bara frá því stuttu fyrir og hafði gert alveg bara frá hruni nánast. Og þetta, mér fannst að ganga til liðs við borgarhreyfinguna var bara 1 hlut af því og ég hugsaði, ég get tekið mér frí frá mínum störfum eða hliðra þeim til í 3 vikur og ég til í þetta bara. Þetta verður þá bara eitthvað ævintýri. Og þú veist, borgarhreyfingin í Suðurkjördæmi,
fylgið það mældist ekki eins og þannig að þú veist að ég gerði aldrei ráð fyrir aldinn á þingi en svo bara var þetta þannig að á þessum tíma voru sem sagt þættir í ríkissjónvarpinu fyrir hvert kjördæmi og þetta var bara eiginlega keyrt á einni viku og það bara gekk bara rosalega vel hjá mér og mikill pólitískur áhugi með almennings já og allir horfðu alla þáttina þannig að ég bara einhvern veginn flaug þarna inn á þing á einni viku af því ég var algjörlega fullkomlega óþekkt manneskja í samfélaginu fram á þessu svo gerist það í raun bara strax daginn eftir kjördag að þá átta ég mig á þessari óánægju þá sem sagt hann náttúrulega kosið allt á laugardegi á sunnudegi erum við beðin að koma semst, til að stilla okkur upp semst, nýjum þingflokki fyrir myndatöku í Mokan og við gerum það förum hérna á kostningaskrifstofuna sem áttu nú bara að taka niður daginn eftir og stillum okkur upp það voru skilti úr búsahaldabyltingunni helvitis fucking fuck og allt þetta og við setjumst þarna bara við eitthvað borð það tekið mynd og myndatekstin þingflokkur borgarhreyfingarinnar fundar og það verður allt brjálað bara yfir þessar myndatöku þingflokkurinn farin að funda án grasrótarinnar þau eru að stela völdum það sami rassinn undir öllum stjórnmálamönnum þau eru orðin gjörspillt og svona bara hélt þetta áfram og það var alveg bara frá þú veist, algjörsamlega frá fyrsta degi. Þá var þetta svona og þetta gekk allt sumarið og það og framan af því ég hafði ekki verið í þessum deilum að þá var ég nú einhvern veginn bara svona svolítið utan við þetta. Það fór til dæmis stór hópur meðal annars Birgitta og Þór, ég man ekki hvort Þráin fór líka en svo líka semst fólk úr grasrót borgarhreyfingarinnar fóru bara saman og hittu eitthvað hjónabandsráðgjafa til að reyna að miðla málum og en það, þú veist það duði ekki neitt svo sinnast Þráni við okkur og hann þegar hann ekki búin að tala við okkur í 2-3 vikur bara og ekki heldur neitt með grasrótinni hann var bara alveg sér og þá ger ég alveg og hann kemur svolítið svona utan að eins og þú já, við tvö gerðum það nei, hann gerði það ekki þetta voru eiginlega við tvö utanfrá og svo þessi 2 hópar og þá ger ég náttúrulega bara einn stærsti mistök í mínu lífi ég hef miklar áhyggjur af honum einhvern veginn skrifa bréf til konu sem var í stjórninni og fer á alla stjórnina þetta var svona einhver postlisti ég gerði bara reply á hana, það fór samt á alla og þetta var nú samt bara held ég 7 manna stjórn þetta hefði ekki átt að vera stór mál í neinum ég bara viðra það, ég hef bara áhyggjur af honum og við þetta náttúrulega springur endanlega. Og þetta fer út allt, þetta sleitið þess að þú ert svona efast svona andlegt frekans. Já, ég bara byrti það svo og viðbröðin í bókinni og og já, bara hef ákjör af honum kallinum en að því að hann hafði ekkert við okkur talað í bara 2 vikur og við þetta eiginlega springur allt endanlega. Og hvernig, ég meina, hann Þráin kýs að fara yfir í VG? Já, það gerir hann ekki fyrir löngu seinna. En hann eiginlega klífið svo út úr þingflokknum? Hann gerir það í kjölfarið á þessu. En þið sem þingflokkur þið 3 sem eftir þið starfið áfram? Já. En svo klofnar á milli ykkar og, hvað er að kalla það, grasrótina eða þá sem að taka að sér að vera grasrótin? Já, það sem að í raun við gerðum að lokum og þá komið fram í september þá hefðu við einhvern veginn bara verið undir gjörsamlega stöðum árásum. Á þessum tíma það var ekkert Facebook þannig sé virt eins og við þekkjum í dag en það voru svona spjallborð út allt. Og það var til dæmis svona spjallborð borgarhreyfingarinnar sem var bara opið öllum og það bara lásu þetta allir sér til skemmtunar og það sem var kannski annað í netmenningu á þessum tíma sem við sjáum minna núna að langflestir skrifuðu undir einhverju svona dulnefni eða nafnleysi þannig að fólk varð
það var verið að tósi spotta á, maður vissi að fólk var með marga aðganga og svo voru kerfin ekkert fullkomin og vefirnir hrundu og þá náttúrulega skapaði það ennþá meiri tortryggni. En við reyndum alveg óbúslu og ekki bara við í þingflokknum, heldur fullt af fólki. Reyndum að lægja öldur og það voru ótal sáttafundir og þú veist allt einhvern veginn reyndað róa hlutina og þú starfa saman og bara byrjum upp á nýtt og allt þetta. En það voru svona ákveðnir aðilar og mér finnst ekki skipta máli núna hverjir það voru sem voru alltaf að hræra í hlutunum. Til dæmis það, þú veist, þingið átt að starfa í 4 vikur, þannig sumarið það starfaði út ágúst og svo var bara strax eiginlega næsta þing sett. En það voru gert hlé út af æsemálum í kringum verslunarmannahelgina. Ég man ekki hvort það voru 1 vika eða 2 vikur. Á þeim tíma það hefði við löngu áður fyrir hrun ákveði fjölskyldana var í húsaskipti sumarið og það stóð og sem sagt ég hafði sagt bara bless við eiginmann minn og son og flutt heim til tengd og því var hún að lána húsið og ég nýtti tækifærið og stakk til Spánar og eftir þeim og það var til dæmis varamaður, einhvern sem hringdi í varaþingmann minn og bara ég væri nú að fara úr landi og hvort ég ætti ekki að kalla hann inn en það náttúrulega þannig að þú getur ekki kallað inn þingmann nema þings í starfandi. Þannig að þú veist, allt var gert tortryggilegt þú veist en svo það sem við gerum svo, við sáum okkur bara ekki fært við 3 sem sagt og fólk sem var með okkur, við vorum ekki ein. Við vorum með bara alveg töluverðan stóran hóp með okkur sem var algjörlega sjálfsbrottin því að við vorum ekki að smala. Við vorum alltaf bara að reyna einhvern veginn að lægja þessar öldur og við eiginlega bara sjáum ekki annað í stöðinni en að kljúa okkur frá og gerðum það á blaðamannafundi þarna eftir að þingið hættir og rétt áður en þingið er svo sett aftur. Þannig byrjum september minni mig og stofnum sem sagt hreyfinguna, tökum upp bara stefnuskrá borgarhreyfingarnar eins og hún lagði sig og hún var bara mjög stutt. Það voru bara nokkur mál, það var svona hit and run framboð, við ætlum bara svona keyra á kerfið og það var bara ný stjórnarskrá réttlæti í þessum lánamálum fyrir almenning og þú veist, þetta voru allt þessi hrun og endurbyggingamál. Var þetta pólitísku ágreiningur að hluti af hreyfingunni vildi reka eitthvað tiltekna pólitík sem að þið gerðu ekki? Nei, þetta var nefnilega engin pólitík í þessu. En hvað snerist þetta þá? Þetta snerist til dæmis peninga. Þetta snerist Það voru ekki alveg sömu styrki til stjórnmálaflokka þá og eru núna, eða urðu seinna? Þetta var náttúrulega fullt af peningum. Við, sem sagt, fyrsta árið, það náttúrulega var ekkert greitt út fyrsta árið, 2009, en næstu áramóti greitt, þá var sem sagt, held ég greittur út 25 milljónir króna. Svo var það eitthvað lækka, en ég held þetta, sem sagt, á sem 4 árum hafði þetta verið 96 milljónir. Og það náttúrulega þetta rífast alveg fullt og þú veist Þannig þetta var eins og erfðamál í fjölskyldu? Já, þetta var það svolítið og fyrir okkur snýrst þetta aldrei peningana og við vorum mjög meðvituð það við færum að þá yrðu peningarnir eftir og þeir yrðu það og við vorum sérsagt bara hreyfingin átti enga peninga. Þeir sem þingflokkur fái náttúrulega stuðning frá þinginu til þess að hafa aðstofa fólk. Já, það var eitthvað orðið meira í seinni, þetta hefur minna ummyndað þá. Á þeim tíma gat formaður verið með aðstofamann. Við vorum ekki með formann og þá sagði þingið þá fáið ekki aðstofamann, þannig við þurftum að koma okkur upp leppformanni og gerðum það og vorum bara með hann. Þau tóku það í raun upp hjá okkur eða bara þau eru náttúrulega að hluta til sprottinu upp úr hreyfingunni og og hafa gert þetta eins og þannig að það var formaður, svo var peningur, það var ekki
sko umtalsverðir fjármunir. Það dugði ekki til dæmis til að ráða starfsmann. Þetta var meira, við notuðum þessa peninga til dæmis til að greiða fyrir, þú veist, einhverja svona sérfræðir ágjöf og eitthvað svoleiðis, það var mjög lítið slíkt. Já, þetta svona lögfræðilega yfirlestur eða eitthvað slíkt. Já, akkurat, eitthvað umfram það sem að þingið gerði, sko. Nú þekkjum við oft í svona uppreisn og ég meina það spurning hvernig á að túlka búsáldabyltinguna. Að það myndast mikið hópefli, margir sammála að við viljum þetta ekki sem og ég meina það nú oft notað sem að voru á fundunum á Austurvelli sem eru burt með ríkisstjórnina, burt með stjórn Seðlabankans og burt með stjórn Fjármálaeftirlitsins. Þetta bara burt með allt saman. En í svona það sem almenningur rís upp og vill varpa af sér kúgun eða stjórnvöldum, síðan kemur tími þar sem ákvað, en hvað viljum við í staðinn? Þá kannski fyrir ljósa hópurinn sem var allur saminaður að vilja ekki sem hann ekki endilega sammála. Nei, nákvæmlega. Er þetta dæmi slíkt eða því að þú leggur áherslu á þessu persónulegu mál og peningana og brotin metnað og annað slíkt? Já. Er þetta fyrst og fremst þannig eða er eitthvað í þessu sem Ég held þetta sé fyrst og fremst þannig og það eiginlega sannaðist að árunum eftir þegar við erum bara farin, við verum hreyfingin, við höldum áfram á þingi, við erum með grasrót þar sem er opin, við höldum allir okkar fundir, þú veist, eru opnir og erum með töluvert félagsstarf á þessum tíma þótt við ættum ekki, þú veist, það var bara vesen sko að finna húsnæði fyrir fundi og annað því við höfum ekkert húsnæði en það rættaðist nú allt en sko þessi hópur sem að hélt áfram að vera borgararhreyfingin og stjórn þar hún hélt áfram að rífast þessa peninga og það endaði hreinlega í dómsmáli sem að ég held að hafi klárast 2011 þetta nú allt í bókinni þetta farið að finna yfir þetta hjá mér þá voru kannski mestu ófriðarsegirnir farnir með tölvört fjörhendar en sem að þeir höfðu greitt sér fyrir ýmislegt þá sem sagt í raun saminast hreyfingin og borgarhreyfingin aftur það er svolítið eitthvað fallið til það við fórum sem sagt í raun það var haldin og auðvitað við erum ekki ég er ekki á þessum fundi, nú er ég bara þekki þess að sögu það var haldið aðalfundur held í borgarhreyfingunni þar sem að stjórn var falið að koma á samtali aftur. Við höfðum á þeim tíma unnið með þessu fólki að ákveðnum málum. Þannig að þetta var ekki málefna ágreiningur. Við höfum til dæmis sendt inn kvörtun til ESA út af þessum lánamálum og fylgt henni eftir í Brussel. Þetta gáttum við gert saman, skiluru, þegar eftir hennar klofning. Þannig að það er farið að ræða saman aftur og upp úr því kemur dögun sem að sannsagt bauð svo fram 2013. Þangað sem að þú ferð. Já, og ég var tók virkan þátt í því allt síðasta árið sem ég var á þingi að stofna það og búa til lýðræðislegan stjórnmálaflokk þar sem að öll stefna og það væri stefna og hugmyndafræði í öllum málum og þetta var nú bara svolítið góður jafnaðarmannaflokkur. Ég verður bara, þú veist, þetta var bara þannig og á þeim tíma fannst mér hann betri en Samfylkingin en ég fann það. Það var með svona stefnusgrá sem að hitti betur svona þann tíma adressa við vandamál í samfélaginu. Ég hvet fólk ef það hefur nennu að leita þetta uppi bara á tímari.is og lesa kostningastefnu dögunar 2013. Hún er sömuleyti merkilegt plagg og hluti af sögu búsáldabyltingarinnar. Og ég menna hún er unnin í lýðræðislegu ferli og það voru allir, þú veist, málefnanefndir allar opnar og við lögum gríðarlega vinnu í þetta. Á sama tíma komu svo Píratar, Birgitta byrjaði með okkur og við lásum það í blöðunum að hún var að stofna Pírata með öðru fólki en það voru hennar áherslur meira þar, allt í fínum með það. Lýðræðisvaktin Já, lýðræðis maður hefði alveg getað séð það að bæði Píratarnir Birgittu og lýðræðisvakt Þorvaldar og félaga hefðu flotið með í dögun. En lýðræðisvaktin er klofningur úr dögun. Þar voru menn sem höfðu kannski ákveðnari hugmyndur til dæmis verðtryggingu sem þeir vildu haldi en við vildum kasta
og það var svona, þú veist, bara hugmyndalegur ágreiningur. Þar var hugmyndalegur ágreiningur þótt að sko í 95% var þetta bara sömu stefnumálin. Það var unnið aðeins öðruvís og hraðar, en svo spratt upp bara rétt fyrir kosningar sko, Hægri grænir sem að var náttúrulega Guðmundur Franklin. Hann kópiraði bara, hann var bara sko í copy-paste sko, rokkastefnur mál og þú veist, hann og einhver einn gaur við eldursporðið skjá sér og þóttist það var samið þetta allt sjálfir og svo flokkur heimilana sem að sem var út að segja þau, og það sem var sko, mér fannst mest svekkjandi er að þarna voru öll þessi smá framboð. Við, þú veist, ég man ekki hvað við vorum að fá. Píratar lentu inni. Við fengum 2,5. Flokkur heimilana 3,1. Við fengum 3,1. Og flokkur heimilana, ég man ekki, ég held að þau farið yfir 2,5. Lýðræðishreyfingin var rétt undir og fekk ekki ríkistyrk. Nei, og ekki heldur Hægri grænir eða hvað? Já, en þú minna þarna voru náttúrulega, þú veist, stórir hópar sem voru sko málefnalega sammála og hefðu átt bara að vera saman en það sem ég fannst mest svekkjandi er að svona hinn almenni kjósandi, hann sá hann gerði mjög lítinn greinamun á einhverju alvöru lýðræðislegri vinnu sem maður taka heilt ár og einhverjum tveimur köllum sem sömdu þetta, þú veist, í eldhúsinu heimi hjá sér. Og það var mjög svekkjandi, sko. Að því við nefnir þessar kosningar, þá bara fletti þessu upp. Já. Að það er sem sagt, flokkarnir sem maður má lýsa sem svona hluta af henni breiðu búsáttarbyltingu og hún var mjög breið. Það var hluti sem var svona vinstri sinnaður og kratískur og það var líka svona borgararlegur hluti sem og við sjáum þetta ennþá, ég meina þetta að vísa til flokks fólksins sem afsprengi af búsáttarbyltingunni eins og þar eins Ragnar Þór og Ásta Lóa sem kom á Ragnar Þór var að lista hjá mér í borgarhreyfingunni. Já, semst í borgarhreyfingunni. Og í Dögum líka. 2009, já. En það er sem sagt Píratar fara inn með 5,1, síðan kemur Dögum með 3,1 og flokkur heimilana með 3, lýðræðisvakti með 2,46. Ég hef 2 stafi þarna því það var deilt það hvort þetta ætti að vera 2,5 eða ekki. Hægri grænir með 1,7 og svo var regnboginn sem er svona, þar mætti kannski orða þess var í hluti litla leifar af villiköttunum í VG sem að vekk 1,1% og svo var hann að landsbyggðarflokkurinn Sturla Jónsson og húministaflokkurinn sem að fekk 0,07 og alþýðufylkingin 0,06. En svo sko á þessum tíma sem við erum að stofna sko Dögun, þá er til dæmis Lilja Mósdóttir með Samstöðu sem fekk sko gríðarlegt fylgi í skoðanakönnunum en svo bara hrappaði niður í rauninni eiginlega ekki neitt og hún lýsti því náttúrulega yfir að hún ætlaði ekki að leiða flokkin. Já, sko, þau ákveðu að bjóða ekki fram. Og hún var gríðarlega vinsæl og meðan hún var ennþá inn í VG og var sko þar svona ákveðin skynsemisrödd upplifði fólk. En leiðum að komin út að þá hafði hún ekki þessi ítök. Og þá döluðu nú svona vinsældirnar. En er þetta einsaga eða er þetta tværsögur? Annars verður þetta að segja upplausnin inn í borgarhreyfingunni þar sem að vera að deila eitthvað erfðagóss og mér heyrist þú lýsaði þannig að þeir sem að voru stóðu kannski fyrir þeim átökum að þeir eiginlega fóru út úr pólitík. Já, að mestu. Það er ekki að rekja. Nei. En við getum eiginlega rekið flest það hægt að lesa bókina sko. En já. Eins og þú ert í Samfylkingunni í dag. Birgitta stofnaði Pírata. Þór Sari hefur verið í framboði fyrir sósíalista. Þráin fór í VG. Þannig að þetta er allt fólk sem heldur áfram starfi. Og bara fyllt af fólk í okkar grasrótríka sem hefur látið til sín taka sko. Já, við nefndum Ragnar Þór og margir sem að hafa tóku þátt í hagsmunasamtökum heimilana sem að tengdust þessu við erum mjög virk í bara líka í almennir umræðu eins og Marino og fleiri og margir tekið þátt í pólitík. Þegar líður á kosningum 2013 og þær eru sögulega kosningar vegna þess að þá tapast mikið af Já, ég held að bara aldrei hvorki fyrir niður síðar svo marg atkvæði fallið niður döð.
Ég leikið mér að því að teikna upp þingið eins og það hefði orðið ef ekki hefði verið fyrir 5% þröskuldin og þá hefði Þorvaldur verið inn á þingi og Pétur Útvarpið Sögu og hinir og þessir sem hefðu náttúrulega endurspegla miklu frekar stöðuna í íslensku samfélagi 2013 til 2016 heldur en að ykkur svona súper meirihluti Framsóknar og Sjálfstæðisflokksins sem að varð sem að þau fengu að gjöf. Já, og líka bara þetta kerfi þú veist það hyglar sem sagt kerfið okkar, það hyglar stærstu flokkunum, þeir fá yfirleitt auka þingmenn, þannig að sveiflan verður það meira og sérstaklega við þessar aðstæður og þetta mér finnst þetta náttúrulega bara mjög alvarlegt í lýðræðinu að svona einhvern veginn sem fari með atkvæði Ég held að við mista miklu með því að hafa ekki þing 2013-16 sem endurspeglaði hugmyndir þjóðarinnar. Já, akkurat. Því að þetta þing gerði ekki, alveg svo þingi núna, það er að dataði fram að þingi núna endurspegla ekki alveg að það líka bara á þessum tíma það voru allir virkir í pólitík, það voru allir búnir að vera að hugsa ofsalega mikið pólitík í 4 ár og krifja málin þannig að það var alveg, þú veist, þetta var alveg rosalega skemmtilegur sögubottur. En ég hef heyrt svona þig segja að þegar þú ert að tala reynsluna að þá heyrir maður alveg að auðvitað pólitík rosalega mikilvæg og gefur okkur mikið en henni fylgir líka oft hún erfið persónulega þessi endalausu átök við samherja og mér finnst þú oft hafa endurspegla það. Já, ég held þetta sé bara eiginlega erfiðast sem ég lendi í þessum átökum. Það svo við samherjuna? Já, og það átök í þinginu, þau geta alveg verið harkaleg og þau geta verið bara, en þú veist, í langflestum tilfellum þá býður fólk góðan daginn og það ekki, þú veist, það ekki alvöru illindi og allir eru sammála þessi málefnalegur ágreiningur. En að vera í að maður hélt góðum hópi sem ekki góður, það bara hrikalega erfitt. Og líka bara af því að þetta þú veist, netið bara frekar nýtt á þessum tíma. Ég byrjaði á Facebook 2008 vorið og þegar ég var í þessari kosningabortu, ég held ég var 350 vini Facebook og ég þekkti alla mjög persónulega. En þú veist, en svo ertu bara inn í einhverjum svona heimum, þetta bara allt svo nýtt, fólk kunni ekki alveg láta og þetta allt meira og minna í nafnleysi og þú veist ekki hverjir eru að hræri pottunum Þetta var bara, þetta tók alveg rosalega á. Þá var verið að saka þig að vera að svíkja? Já, við vorum náttúrulega bara öll svikarar. Við hvað? Við það að setjast í valdastóla. Sem að sitja á þingi? Já, sem er almanna þjónusta. Ég reyndi að segja fólkinu í borgarreikunni 2009. En svo var þetta líka. Það er annað að vera ráðherra en að vera þingmaður. Já, og skilurðu, þú veist, þetta var svo surrealist og eftir að hyggja þegar maður þekkir þetta kerfi svona vel þá er þetta ennþá surrealiskara þannig að þess að til dæmis þarna bara strax eftir, þú veist daginn eftir út af myndatöku vorum við fann að funda án grasrótar og svo sem sagt fengum við bara strax frá bara kjöri og þú veist þá ekki búið að samþykja kjörbréf, stjórnarflokkarnir eru að tala saman og komið sinnir að málefna sínu plaggi og þingir ekki sett fyrir mánuði setna. Þennan mánuð þá vorum við undir sífelldum árásum fyrir að vera ekki að gera neitt. Við vorum ekki farin að vinna, við vorum ekki búin að fá formlegt umboð til að gera neitt og þing var ekki starfandi. Við hefðum ekki gert neitt. Þar sem við vorum alveg bara, já, við verðum bara að gera eitthvað, settumst og náttúrulega funduðum og auðvitað, þú veist, við hefðum alltaf fundað bara hvernig við ætlum að hafa hlutina og vorum að senda frá okkur einhverjum svona yfirlýsingar, sendum fréttatilkynningar, hvetja stjórnarflokkana að taka saman og listum svona einhver mál sem að, þú veist, þannig við reyndum bara með mjög skapandi hætti að
vera einhvers konar þingmenn á þess að þing væri komið saman vegna þess að þrýstingurum var svo gríðarlegur að við værum að fara að gera eitthvað, þú veist, landið, heimilin að brenna og þið sitji bara á rassinum á einhver inn á þingi og gerið ekki neitt. Þetta var alveg, og manni finnst þetta eiginlega sko, núna eftir að hyggja bara, þú veist, pínu skondið sko, en það var líka vegna þess að fyrir hrun, það voru stjórnmálin eiginlega svona, þeim var haldið svo frá almenningi. Almenningi bara kom ekki við vorum að útvista lýðræðinni til einhverju stjórnmálaflokka og við vorum ekki virk þar inni, það var engin að pæla í þessu. En svo allt í einu voru bara augu allra landsmanna meira og minna á stjórnmálunum. Ég meina, einhverju seinna þá tók ég þátt í að stofna stjórnmálaflokk og ég talaði við fólk meðan svo Pírötum og eitthvað úr borgarhefingu líka og þá upplýði ég að í þessum tveimur flokkum, Pírötum og að þá væri það svolítið upplifum kannski þeirra sem að urðu fyrir því að verða kjörni fulltrúar, að þeir væru kannski allt inni komnir með 600 yfirmenn sem var að segja þeim hvað þeir ætti að gera. Já, miklu meira sko. Og sem er ekki hægt að standa undir sko. Já, nei, það er ekki hægt sko, en 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 sko ég var einhvern veginn þannig, ég var mjög samviskusum í þessu starfi. Ég reyndi til dæmis að svara öllum erindum og fólk var að senda bara, þú veist, bæði flokksmenn og aðrir og ég reyndi alltaf að ná einhverju samtali og bara hvert að pæla og eitthvað og eftir að hyggja það oft sko dýrmætustu málin, þannig að þú læri bara svo mikið á því að venjulegt fólk setur þig inn í þeirra mál. Þú ert ekki að kvarta undan því? Nei, ég er alls ekki að gera það en þú veist, þegar að áreitið verður svona mikið, þá er hættan svo að kjörni fulltrúin bara, þú veist, hætt að skoða póstinn sinn og ég bara veit mörg svoleiðis dæmi að þú veist, það bara flæðir inn og stundum á þessum tíma var náttúrulega mjög mikið verið, heldur það gerist nú meira á samfélagsmiðlum núna, verið að senda kannski bréf, allt í einu bara yfir helgi komið 900 bréf sem voru eiginlega öll eins, þú veist, þetta er náttúrulega ekki vinnandi vegur, meðfram sko mjög krefjandi störfum. Það er svolítið munur á þessu sem að geta verið áreiti venjulegs þingmanns. Eða það að vera hluta eitthvað hreyfingu þar sem að allir líta svo á að þeir séu að þú seti vinnu hjá mér og ég geti sagt þér hvað ég er ánægð með og óánægð með og ég er svo ósáttur við að þú skildi segja þetta því að ég hefði kosið að þú segðir hitt og þar er þetta gott á. Mér fannst í raun og veru yfirleitt bara ef ég gæti tala við fólk þá var þetta allt í lagi. Og jafnvel þótt að fólk væri ósammála hitt og þetta, það var bara í fínu lagi. Það var þetta, sko... Þessi netsamskipti. Það var þessi netsamskipti sem voru yfirleitt nafnlaus, sem voru langerfiðust. Vegna þess að þú vissir ekki við hvernig þú varst að eiga. Það var langerfiðust. Hefði þetta getað farið einhvern veginn öðruvísi? Sérðu fyrir þér að borgarhreyfingin hefði einhvern veginn náð að beisla svona kröfur búsaldabyltingarna sem eru breiðar eins og ég var að segja á þann það voru bæði svona vinstri og hægri hugmyndir það er svona borgarlegu hluti sem var kannski æseif og sumleiti hagsmunasamtök heimilana sem snerist að venda kannski eignarétt vinstræði megin voru kannski að horfa á sko svona óréttlætið að hvernig það birtist svona félagslega að það voru hópar sem að voru skildir eftir og annað slíkt og svo líka svona mat á því í hverju fólkstrunið vinstramegin var kannski að segja að svona svo pólitík sem hafði verið rekið fram að því var að hrynja og við þurftum að búa til nýtt Ísland þannig að sem við heyrt þetta það var svolítið talað um nýtt Ísland nýja Ísland og hefði verið eitthvað möguleiki á því að borgarhreyfingin hefði getað sko beislað kannski ekki allt þetta? Nei, sko að hluta til þú veist gerðist það setna á kjörtímabilinu þegar við fyrir að búa til dögun og þar nýttist það náðist það heldur ekki, þá byrjar að kvartast út úr því Birgit og Píratarnir Þorvaldur og Lýðræðisflokkur það er rétt, ég veit það ekki hægri fólk reynir að stela þrumunni með flokki heimilanna og hægri grænum það sem var líka bara svo erfitt í þessu að það var engin tími til að búa til borgarhreyfinguna. Það voru, hún var stofnuð, það er búið til kosninga og það er eftir 6 vikur. Það er hendi innan flokk. Það er bara farið í mjög, ég var ekki hluta þessu málefnastarfi. En það er bara farið í þessi, sko bara 4 mál og aðeins, þú veist, fullt gjald fyrir auðlindir, þú veist, stjórnarskrá, þú veist, einhvern veginn stjórnlagaráð, þjóðaratkvæðagreiðslur,
þetta voru svona, þú veist, þessi lýðræðismál, aðkoma fólksins og í raun og veru, þú veist, þetta er krafa meira lýðræði og svo bara svona kannski réttláta skiptingu og uppgjör í hruninu. Það er, þú veist, það er þetta, taka þetta niður í þetta. Svo er það bara, sko, og ég fann það bara svo rosalega þegar ég var búin að vera í þessu, fara svo í dögun sem að, þú veist, var jafnaðarmannaflokkur án þess að vera það, sko, án þess að vera með þessa rætur í norrænu stefnuna, sósíaldemókratismann. En þá fann ég bara ef ég ætlaði að starfa í stjórnmálum, þá þyrfti ég að vera með styrkari hugmyndalegan bakgrunn. Ég fann það líka sko í þessu sem ég finnst ofsalega falleg hugmynd að vera ekki með formann, vera með flatan strúktúr. Píratar, hreyfingin, borgararhreyfingin og dögun voru öll með flatan strúktúr til að byrja með. Í fullkomnum heimi er það frábært. En í praxis er það líka oft þannig að sá sem er með mestu reynsluna, hann tekur sér völdin og hann ræður af því að hann er svo reynslu mikill og allir stóla á hann. Þannig að þetta er hugmynd sem ég held að gangi ekki alveg alltaf upp og sé, þú veist, stundum er bara betra að valdið sé sem sagt formfastara og það sé ljóst hvar það liggur og líka hvernig það er, sko, hvaða taumhald er haft á því. Og að það sé strúktúrið en aðalega fannst mér eftir hennar tíma að mér vantaði bara, sko, meiri hugmyndafræði á bakvið. Ég fann það líka, sko, þegar við náðum ekki árangri, ég var rosalega ánægð með hvernig hreyfingin, dögun var til að byrja með 2013, en svo þegar að þú veist, hún hélt áfram að starfa, þú veist, að þurftir bara, skilur, eitt rasista inn, skilur, þá var þetta orðið rastaflokkur, þú veist, þótt að við værum með í okkar stefnu, bara, þú veist, réttindi fyrir alla óháð, kynþættu uppruna, og reyndum að vera með eins mikla, sko, varnagla og hægt væri, að það er bara, þú veist, þetta er bara erfitt. Það fækkaði náttúrulega fólkinu þegar það náðu ekki árangri 2013. Já, en ég meina, samt sko... Og svona eftirleikurinn var kannski ekki góður fyrir dögun. Það endaði í frambóði 2016 sem var miklu veikara. Já, og ég var farin annað þá sko og hef ekki alveg innsýn í hvernig það var. En þegar þú varst að tala svona kröfunar úr búsátabyltingunni, ný stjórnarskrá, hún kom ekki. Já, hún er náttúrulega farin að virka því hún er til. Þetta plagg er til og þótt að sennilega það mun aldrei taka gildi. Nú er þetta náttúrulega bara gamalt plagg. Svo langt síðan. En fæsta þessu hefur náðist fram og réttlátt eftir hrunið. Það endaði með í þessari leiðréttingu Sigmundar Davíðs. Sem var nú ekki alveg eins og ég hefði kosið að hafa hana. En ég hef nefnilega þá kenningu með þessa stjórnarskrá. Það er vinna sem skilaði sér. Vegna þess að þótt að hún hafi ekki tekið gildi að þá allt í einu voru við með bara landsmenn sem höfðu lesið núgildandi stjórnarskrá og annað og við sem bara borgarar erum farin að setja önnur viðmið. Þegar ráðherra lýgur, þá hugsa margir bara, heyrðu, í nýju stjórnarskránni, segir bara ráðherra má ekki ljúga. Það er ekkert það í þeirri sem að gildir núna og bara allt þetta með auðlendinir að fá sanngjarnt verð fyrir það, og það er náttúrulega út af auðlendunum sem þetta var stoppað. Það er bara barnaskapur að halda öðru fram. Nú erum við í miklum hörðum átökum kannski ekkert svo rosalega hækkun auðlendagi. Nei, nákvæmlega. Og það eru bara, þannig ég held að mörguleiti sé hún farin að virka. Þótt hún hafi ekki tekið gildi. Vegna þess að við erum annað viðmið. En ætti ekki að vera þannig í lýðræðslegu samfélagi að borgarnir vilja nýja stjórnarskrá og þá fá þeir nýja stjórnarskrá? Að sjálfsögðu. Og sérstaklega það er þjóðarótkagreiðsla. Já, en við lifum ekki þannig samfélagi. Nei, það er mikið svekk. Valda öflir sem geta stoppað það. Já, akkurat. Stoppað almanna vilja. Akkurat. En það þú nefnir þetta með ræturnar, að það sem gerist í svona
uppreisnum. Það oft svona, það var árið 0 Akkurat. og nýja Ísland og svona, ég var að vísi það sem svona hugmyndum að nú sé árið 0 og nú eigum við að búa til eitthvað nýtt og þú veist að það er betra að starfa í flokkjaflut í samfélkingunni sem eigi þá eitthvað svona hugmyndalega rætur. Já, það er ekki, ég er betra, þú veist, Þér líður betur í slíku umhverfi. Ég ákvað að það væri komið nú af þessum tilrauna stjórnmálum í mínu lífi. Já. Þannig að finna einhverja þræði úr eldri frelsisbaráttu almennings og rekja sig eftir þeim. Þú veit ekki að það fara mjög veita. Við stofnum sósíaldaflokkinn einmitt út af þessu. Það er ekki stjórnmál sem vilja byrja árinu 0 einhvern veginn. Það er þú þetta að gera samkomulag eiginlega allt. Já, ég meina þú þarft og mér fannst sko mjög merkilegt að fylgjast með Pírötum framan af því að þau hefðu svo gríðarlega trú á tækninýjungunum og upplýsingagjöf. Að ef að þú veist bara yrðu alltaf upplýsingar að þá myndi allir taka þú veist, rétta niðurstöðu sem náttúrulega mér hefur alltaf feitist bara fullkomlega óskiljanlegt vegna þess að þú veist, það bara fer eftir sjónarhornið á upplýsingarnar ekki það sama þótt þú setjum sömu upplýsingarnar sko og hagsmunirnir ekki það sömu og stjórnmál snúast alltaf hagsmuni frekar en bara að fá upplýsingarnar, þetta hjálpar mjög mikið af upplýsingar og Píratar hafa hjálpa alveg gríðarlega að gera bara stjórnsýslun og allt bara miklu og ná fram bara gögnum sko og krefja þau og þannig að En núna á þingi kannski 2 flokkar sem við getum vísa til búsáldabyltingarnar, það náttúrulega miðflokkurinn og ég nefni hann vegna þess að Sigmundur Davíð var stórt númer í æsif. Já, og náttúrulega fór inn bara eiginlega svolítið á hruninu, inn á þing sko, og hvort formaður rannsóknarflokksins. Sem svona gagnrýnir rödd eftir hrun. Já, en ég meina þegar að Framsókn býður fram 2009 að þá þeirra, sko, hann styður minnihlutastjórnina sem tekur við eftir og þá hann bara með það leiðréttingar og stjórnlagaþing sem nýja stjórnarskrá. Þetta eru skuldamálin og þetta eru aðalmálin sem hann setur þarna en snýst svo algjörlega gegn sko stjórnarskrámálum. Ég held meira þess að það hafi verið þannig að á flokksþinginu þar sem hann kjörinn formaður að þá hafi Framsókn samþykkt að horfa til Evrópusambandsins. Já, gott ef ekki, jú, það var ég held að hann hafi sjálfur aldrei sko mælt fyrir þeim hugmyndum, en það var ákveðið á sama En hann trommaði þarna upp í þing utan þings þá með þetta þrennt sko. En svo hefur við Flokk fólksins sem á vissa rætur yfir í eins og Hagsmunasamtök heimilanna sem Ásta Lóa og Ragnar Þór. Já, og líka bara í Dögun, ég meina þannig eru það er fólk sem starfa núna í Flokki fólksins sem að var í Dögun á sínum tíma sko. En svo Helga Þórðar sem var formaður Dögunar síðast, ekki? Jú, ég held það sko og var einn á odditónum 2013. Þannig að þessi saga er enn þá að vinda fram. Og Ragnar Þór náttúrulega. Já, Ragnar Þór. Já, og bara fínt, en sko borgarahreyfingin, ég held að þarna hafi verið samankomið sko reiðasta fólk á Íslandi og kannski hefði þetta bara aldrei óháð öllum peningum alltaf farið í hundakvæft sko, ég veit það ekki. En það var svona það var rosa mikið, fólk var mjög mikið að rjúka út og reykja svolítið og rjúka svo inn aftur, það var svona einhvern veginn svolítið stemning, svo var náttúrulega, það var rosalega auðvelt að vera með, þú veist, að fá fólk til að vinna með okkur og líka í hreyfingunni þarna fyrstu árin, voru svo margir atvinnulausir og fólk var bara, alveg til í að vera í svona samfélagsverkefnum, en þess að það hafði ekkert betra að gera, sko. Og var líka náttúrulega meiri pólitískur áhugi og meiri svona hugmyndur það að það veri okkar að breyta Íslandi. Já, algjörlega og ég menna að nú væri bara komið að fólkinu í landinu sko. Sem er náttúrulega borgurunum. Sem er náttúrulega tilboð sem er alltaf í gangi. Já. En fólk svarar bara misjafnlega. Já. Herðu, Margrét Tryggvadóttir, gaman að fá þig hingað að rifja upp gamla tíma sem eru sárir. Já, en þetta var samt bara eftir á að þykja
er maður ótrúlega þakkláttur fyrir þessa lífsreynslu og að fá tækifæri og þetta var gríðarlegur skóli og þú varst alls ekki sjálfgefið og ég er eiginlega bara þakklátt öllu fólki sem var að vinna með mér hvernig sem þetta en samt þetta svona erfiðasti kaflinn í þinni sögu? Já, þetta var mjög erfitt bæði bara þú veist, þetta var bara rosa svakaleg vinna að vera þarna á þingi eftir hrun, þú veist, við vorum bara þú veist, komumst allir í helgafrí þarna í 4 ár, sko þetta var ekkert svona þægilegt innitjóp á þeim tíma en þessi átök voru alveg hrikaleg, sko. Og þá var þetta að tala átökin við Samherja, ekki átökin við Bjarna Ben og Sigmund Davíð? Nei, þau voru miklu bærilegri. Já, herðu, gaman að spjalla við þig. Takk sem leðis. En við setjum áfram við rauðaborðunum alltaf reyna að skilja söguna og samtíman og sjálf okkur. Næsti kafli eftir augnablik. Samlokubrauð, maltbrauð, tékkneskt súrdeigsbrauð, brauð ársins, Bernhöfts bakari, íslenskt handverk síðan 1834. Þú ert að hlusta á Samstöðina. Róttækt sjónarhorn á atburði dagsins. Ertu á leið heim úr vinnu? Stilltu á FM 89,1. Hvernig fylgist þú eitthvað með fréttum? Ekki mikið, sko. En er eitthvað sem hefur verið í fréttum undanfarið sem hefur snertið að þér hefur fundist eitthvað athyglisvert? Ég veit ekki, við sáum bara að það var gosið aftur í skólanum í gær, sko. Ég veit ekki. Fylgist ekki svona daglega tjekkar á fréttum? Nei, bara það sem mamma skoðar, sko. Og eitthvað sem hún segir þér bara þá? Já. Ég kíki samt alveg stundum, en ekki allt. En hvað finnst þér gosið? Bara smá leiðilegt örugglega. En nú veit ég að þú spilar á hljóðfæri, finnst þér eitthvað að vera nógu mikið svona tónlistarfréttir? Og svona fréttir úr tónlistarheiminum? Já, eða nei, ekkert sérstaklega. Ekki nógu kannski mikið svona jákvæða fréttum? Nei. En maður spyrja hvað heitir? Sveindís. Takk fyrir Sveindís, spjallið. Ég var eitthvað spökulega svona, hvaðan færð þú þínar fréttir? Hvernig fylgistu með fréttum? Nú náttúrulega frá kvöldfréttum á RÚV. Mikið að foreldrar mínir að horfa á það. Ef ég vil horfa á eitthvað þá kannski BL eða eitthvað. Og er eitthvað svona sem hefur verið í fréttum undanfarna daga sem að snertið þig að þér finnst eitthvað sérstaklega áhugavert? Nei, en náttúrulega bara ástandið í Bandaríkjunum. Það er kannski alltaf eitthvað sem maður er að fylgjast með núna og alltaf í fréttunum. Hvað finnst þér svona þetta, hvernig heldur þetta snerti okkur, þessi þróun þar? Að miklu leyti þá er, hvað maður segja, þessi endalausa tala að skatta vörur frá löndum náttúrulega hafa áhrif á bara styrkleika sambanda á löndum og þannig að tolladæmi og það geti haft áhrif á okkur og Evrópu og allt og miklu nátt. En hvernig finnst þér þetta umræðan þetta tækni auðveld sem er eiginlega að verða til og svona áhrif þessa á lýðræðið og raunverulega hugmyndir sumra þarna að bara að lýðræðið sé bara ekkert mjög gott mál og það eigi frekar að vera bara svona tækni auðræði eitthvað? Ég held náttúrulega líka bara að tæknin er svo ný og þú veist, þegar koma ný kynslóðir eins og bara núna þá sést miklu meira það að krakka sig í símanum sínum. Ég líka, ég er ekkert sérstaklega frá því að þetta hjálpar svo mikið og þetta er bara dóminn, þetta er bara svolítið neysla að vissu leyti. Þannig þeir fá svo mikinn pening á endanum finnst mér einhvern veginn, þá munu þeir byrja að horfa í aðrar áttir eins og á pólitíska átt eins og Elon Musk með því að vera að gera núna. Og heldur þá að við verðum kannski bara svolítið auðveld fórnarlömb af því að við erum einhvern veginn orðið bara soðin í símanum? Já og nei, einhvern veginn. Ég vil aldrei horfa á það sem þannig. Ég meina,
kannski að vissuleyti, jú, peningar eru mikilvægir, en einhvern tímundi ef einmanneskja allan með alla peningana, það skiptir ekki máli að þetta bara pappír. Ert þú að stúdera eitthvað svona, mennta þig til þess að veita þessu viðnám, þessari þróun? Nei, ég nú bara í menntaskóla að læra í MR, síðan vonandi kemst ég í læknisfræði og þá, en það snertir mig ekki þannig séð. En nú líka svolítið mikið talað gervigreindina, notar þú gervigreindina við námið? Nei, ekki svakalega mikið. Það lagt mikil áhersla að við gerum það ekki og námið sett upp þannig að við þurfum þess ekki. Þannig það ekki mikið hjá mér. En maður spyrja eina spurningu að lokum. Finnst þér vera svona nóg í öllu skólakerfum, líka sem að grunnskólakerfum þannig, finnst þér vera nóg mikil svona samræða við? Hefur þú fengið að tjá svona þínar skoðanir og að því nú ertu til í að koma í þetta spjall, þú veist, hefur þú fengið svona æfingu í því? Nei, ekkert endilega. Það náttúrulega bara að tala við vini sína og spjalla pólitískt ástand, en ekkert svakalega mikið. Ekkert eitthvað sem skólakerfið hefur gert fyrir mig endilega. Mætti kannski vera meira eða hvað? Já og nei einhverjum. Mér finnst eins og ef þú vilt fara í þannig bransa og sért að tala þína skoðanir, þú veist eins og til dæmis pólitík, þá ætti það kannski að vera meira á menntaskólaleveli. En það náttúrulega bara ekkert upp á mig. Þetta ekki í pólitík sem sagt? Nei, ég ekki alveg þar. Það að fara í læknisfræðina? Já, helst. Verður erfitt. En gangi nú vel og takk fyrir spjall. Ef maður spyrja hvað þú heitir? Ég heiti Hrappur og ég Pálsson. Kæra þakki fyrir, Hrappur. Takk. Mér langaði bara að spyrja þig fréttir núna svona undanfarið. Einhver frétt sem þú hefur lesið í blöðum eða heyrt sem að kemur þér eitthvað við eða þér finnst eitthvað sérstaklega áhugaverð? Þá bara almennt eins og í fréttablaðinu og Morgunblaðinu? Nei, ekki sem ég man eftir. Ég man alveg bara eftir fréttum sem ég fæ inn á Outlook sem bara svona 100 dagar í háskólanum. Það var það skemmtilegt en það engin önnur frétt sem ég man eftir eins og í augnablikinu. En erlendir miðlar til dæmis, fylgist eitthvað með svona, þú veist, hvaðan færð þú þínar fréttir? Daily Mail, sem ekkert eitthvað sérstaklega góður fréttamiðl, en þetta aðalega mjög mikið talað það sem Elon Musk að gera. Hvernig líst þér svona það sem hann að bralla? Ekki vel, ekkert sérstaklega vel. Hvernig líst þér á þetta raunverulega ógn sem talaði svona við eiginlega tækni risarnir sé orðnir svona ógn við lýðræðið? Hvað finnst þér það? Þetta mjög opin spurning. Svona já og nei, ég get ekki svarað því. Ég ekki búin að ná það miklum upplýsingum til þess að geta gefið eitthvað svar. En getur þú samt eitthvað ef þú segir að þér lítist alls ekki á Elon Musk, af hverju ekki svona? Getur þú sagt það eitthvað? Hann bara svolítið að hugsa raskatið á sjálfum sér og engan annan. Það ekki það sem hann vill fyrir heilt samfélag. Eða fyrirtæki sem hann með. En kemur þú hingað til þess að stúdera? Stundum, já. Er þú góður í svona einbeitingu? Fer eftir. Oftast samt. Það oftast næðið hann uppi. Má ég spyrja hvað heitir? Þöll. Kæra þakki fyrir að koma í svona óforvarandi spjall fréttir. Takk fyrir. Þarftan að tala borgarfulltrúa. Borgarfulltrúar Sósíalistaflokksins með viðtalstíma alla mánudaga klukkan 13:30 til 14:30. Það þarf ekkert að bóka tíma, endilega kíkja við í Bólholt 6, 105 Reykjavík. Gerist áskrifendur á samstöðinni og taki þátt í að byggja upp öfluga og róttæka samfélagsumræðu. Komið sæl, vera velkomin í spjall við rauðaborðið tækniauðvald, lýðræði, eiginlega framhaldsspjall frá því daginn.
þá ræddi ég við Þorlaugu Borg Ágústsdóttur lýðræðisógnir sem að helstu lýðræðisógnir og ég bað núna góðan gestum að koma til mín. Hann komin hérna Guðröður Atli Jónsson, tæknimaður og sósíalisti. Takk fyrir að koma. Ég heiti Oddný Eir og við Guðröður ætluðum eiginlega að fylgja þessari samræðu eftir. Þú hlustaðir á hana Þorlaugu og hérna afritaði nú hluta af spjallinu, takk fyrir það. Já. Því það var svo margt sem hún sagði hérna í spjallinu daginn að maður eiginlega sko átti fullu fangi með að vinna úr því. Mér fannst það alveg ofboðslega spennandi, þannig að við ætluðum að fara á fyrirlesturinn hjá henni í gær. Ég ætlaði að hlusta það á streymi og þú mættir á staðinn. Ég mætti á staðinn og fann ekki salin, en hérna það er bara að vera að hafa það. En við fórum allavega mjög spennt fyrir fyrirlesturinn Þorlaugar. En ætlum enga síður að bara að fjalla hún var náttúrulega að ræða það sama og hún ræddi hérna. En sko, það sem hún var kannski að ræða sko þetta nýja vald sem að svona hefur fengist með bæði auð og með því að safna saman gríðalegu magna upplýsingum. Já. Og upplýsingarnar eru komnar á það stig og að það er hægt að beita þeim. Hérna Súboff sem að hún vitnar mikið í, hún Þorlaug Borg. Hún talar það sko að í staðin fyrir að viðskiptasambandi sé svona þú reynir að laða viðskiptamannin inn í viðskiptasamband, þá er þetta orðið miklu meira það að þessir miðlar, þessi samfélagsmiðlar, þessi stóru miðlar að þeir geta mótað hegðun okkar og þeir eru í raun og veru að gera það. Þeir móta hegðun okkar og þeir geta raðað sko röðun og fréttum og þvíanlíkt. Hún var að tala líka gerfiprófíla sem getur einhver gerfimenni sem getur komið inn á samfélagsmiðla. Hún vildi meina það að það væri tilbúnir þúsundir gerfiprófíla til að taka þátt í umræðinni þegar að ESB-kosningin verður hérna í Íslandi. Mér finnst það nú reyndar svolítið hæpið að því að ef það er vitað það, okkur þeim þá ekki eitt, skilur. Já. En það getur vel verið en hins vegar veit ég að þetta er tæknilega hægt og þú getur búið til gerfimenni sem eru mjög samfærandi og bara mjög trúverðug. Þú notar hún svolítið gervigreindin, er það ekki, í þínum störfum? Jú, ég nota gervigreind gríðarlega mikið til að forrita og líka oft svona sem fyrstu viðkomustaður svona kannski á eftir Wikipedia þegar ég er að rannsaka eitthvað. Og þar getur þú fengið vísanir í bækur og ítalegri greinar sko. Þannig að þetta er oft svona ágætt skref til að koma við á. Og mér var svolítið gaman að heyri þér hérna daginn að þú varst frekar svona einmitt jákvæður út í gervigreindin einhverju leiti sem svona tæki sem einmitt lýðræðis aukandi þar að segja að þetta er þekking sem liggur til staðar og þú þarft ekki að vera innritaður í fá einhverja gráður í háskóla til þess að raunverulega geta nýttir þessa þekkingu. Að því leitinu er þetta svona valdeflandi en svo varst það samt að nefna að þetta geti verið möguleiki á sko gríðarlega aukinni stéttaskiptingu í framtíðinni. Já, það er einmitt sko samfélagsgerðin okkar sem er svona, þú veist, í raun og veru bara ríka fólki ræður og þú veist, það er bara kallað svona nýfrjálshyggja. Hún einhvern veginn sko gerir góðar uppfinningar sem eru frelsandi og á að gefa fólki sko tækjafæri til þess að mennta sig og auka aðgengi og auka jöfnuð, það er einhvern veginn allt snýst upp í andhverfi sinna út af þjóðfélagsskipulaginu. Út af eignarhaldinu, eiginlega er það ekki bara? Jú. Ég meina, þú veist, í staðin fyrir að beita þessum verkfærum á sko svona jákvæðan hátt sem að þú veist, hjálpar samfélaginu að þroskast og þróast, þá er þeim beitt til þess að fá þau til þess að kaupa eitthvað drasl og síðan líka það sem að Þorlaug Borg tala mikið að, þú veist, að stýra hegðun, stýra hvað fólk sér og hún og Súboff, sem prófessor í Harvard Business School
sem held ég emeritus, hún þá hætt og hún hefur skrifað bók sem heitir sko The Surveillance Capitalism og það svona orðið þekkt hugtak. Eftirlitskapitalismin, þú veist að vinna úr gögnum og stýra hegðun fólks og og hún og Þorlaug, þú nefndi að ég viðtalinu því að það bara komin tími á það að það verður sko lýðræðisleg stjórn í þessum fyrirtækjum. Því að einhvern veginn eðli þessara markaða sem að þessi fyrirtæki starfa á að það endar í einokun. Það bara ein Facebook, skilur við. Já, alræði meintir þú? Já, nei, einokun. Einokun, já. Já, af því að þú veist, það verður engin raunverulega svona samkeppni. En þú ert með svolítið skuggalegan lista, sá ég, bara af nöfnum þeirra sem eru með, og við vorum að pæli, þetta raunverulegt vald, sko, eða þetta eru allavega þeir sem eiga stærstu miðlana og þessar eftirlits miðla? Já, sko, það Peter Thiel, hann stofnaði sko PayPal með Musk og hann talar bara opinskátt á móti lýðræði. Hann vil bara meina lýðræði sé úreld hugmynd og það eigi að leggja það niður. Nei, veist ég alveg, nei. Og svo líka annar hann keypti mjög snemma í Facebook, í Meta. Og hann sumir segja að hann sé í raun og veru skuggastjórnin af Meta. Þið getur bara googlað hann að gaur, hann heitir, Peter Thiel, já. Og sem 57 ára, hann það sem kallað adventure capitalist og eitthvað svoleiðis. Hann að fjárfesta í þessu. Og síðan kannski annar sem að ég vil eiginlega svona, hann ekki miljardamæringur, sem að en hann eiginlega svona eins og munnur eða málpípa þessara grúppu af mönnum í Silicon-dalnum. Þú veist, þá geti ég kannski talað svona 15 mann, sko, sem að eru ótrúlega áhrifamiklir og ef þú bara skoða myndir að því þegar Trump svór embættiseið, hverju voru á bakvið hann? Bara takið, þú veist, þannig að jafnvel þó að, þú veist, ef að, þú veist, Peter Thiel og menn bara segja eitthvað svona, já, þetta bara eitthvað rugludallar. Nei, þeir hafa bara rosalega mikil völd. Kurt Jarvis, hann svona eins og ég segi, málpípan og mér finnst hann svona vera sko mest opinskár með bara, þú veist, hann segir þetta alveg umbúðalaust. Hann segir bara, þú veist, við eigum að fara frá lýðræði. Við eigum að taka upp eitthvað sem heitir forstjóraræði. Og hann sér þetta þannig fyrir sér að hann kallar þetta patchwork cities. Að það verði komið upp svona litlum efnahagssvæðum hér og þar og þannig að þú getur átt þína borg, skilu, ef þú ert auðmaður og þú getur bara svona skipulagt, sko, þú veist, þannig að þessum mönnum finnst eins og sko að það að stofna fyrirtæki og vera svona einvaldar innan fyrirtækis, það ekki nóg fyrir þá. Þú veist, akkur geta þeir ekki bara, þú veist, stofna samfélag og bara búið til alla reglunar. Það alltaf bara hér eins og hugsaðir eins og þegar Arion banki og hvað ekki Alvotech, eitthvað lyfjafyrirtæki ætlar að vera með leikskóla, reka leikskóla. Það þú veist, bara svona hugrenningatengslin. Jú. Maður fyrir aðeins að hugsa þetta. Þetta svona svipum með, þú veist að þú ert á, en sko þá mjöfnilega málið að þeir hugsa þetta svona, hvort vilt þú rödd eða rétt á að fara? Hvort finnst þér mikilvægara að þú veist að það svona lýðræði og þú hefur rödd. Tjáningafrelsi. Já, bara að þú hefur rödd. Já, þetta ekki beint tjáningafrelsi. Eða hvort að þú getur farið. Segjum svo að Musk fái að stofna sitt efnahagssvæði sem að ég held að hann ætla að kalla Starbase City.
Elon Musk. Elon Musk alveg pottið hluti af þessum hópi. Og það þessi efnahagssvæði eiga sér náttúrulega fyrirmyndir í Kína og Dubai og svona þessi einveldis fyrirmyndir náttúrulega í Singapore og einhverjum fleiri stöðum, Þannig að þeir vilja meina að lýðræði hefti framfarir og hefti skilvirkni og allt þetta Já, lýðræði náttúrulega hefur oft verið dæmt sem mikið vesen og og rugl og kaos og svona og þá koma ýmsar einveldis hugmyndir elítu hugsun þeir hæfustu ráð og svona og þetta svo sem ekkert nýtt með auðmennina og ólígarkana og svoleiðis en þetta orðið svolítið svona Þetta orðið svolítið teknilega vel útfært og það búið einhvern veginn að eiginlega leggja grunninn að þessu. Fyrst þegar við í okkar lýðræðisríkjum erum með þessar tjáningar leiðir okkar en eignarhaldið allt á einni hendi eða svoleiðis eða fara höndum. Þannig að við höfum, það þarf kannski svolítið lítið til þess að snúa okkar lýðræði yfir í að svifta okkur þessum gæðum. Þess vegna var Þórlaug að segja að hún eiginlega vísaði og ég tók af henni orðið og segja hvort það þyrfti ekki bara eins og þjóðnýta þessa innviði, þessa tjáningar innviði og fara aftur í átt að einhverjum sósíalisma þannig, eða allavega að hugsa öryggið. Að því að það hefur orðið tilfærsla á valdi. Frá almenningi, frá lýðræðislegum kjörnum völdum yfir í þessi tæknifyrirtæki. Af því að þau geta notað það sem kallað instrumental power til þess að bara stýra fjöldunum í gegnum hvaða sér og hvaða les og getur þessuna stýrt hegðun fólks. Mér langar aðeins að taka því lengra í með borgina hans Musk. Ímyndað að hann með svona borg og hann einráðið þar. Hann bara the CEO. Hann bara sá sem ræður öllu. Og það engin mannréttindi, það engin vinnulöggjöf, það bara, það bara allt eftir hans höfði. En þú hefur eitt, alveg eins og þegar þú installar app á símnum, þú getur fjarlægt appið, eða ekki? Og það það sem þeir kalla rétt of exit. Þannig að þú getur farið inn í borgina og þú samþykir skilmáluna í borgunum, bara eins og notenda skilmála. Þannig hugsaður þetta, ég ekki að grínast með þetta. Þetta í alvörunni, og þú bara gengst við þessu og þú afsalaður öllum mannlegum réttindum og öllu því sem hefur verið og bara byggingar og allt bara, allt farið en þú hefur þetta í staði fyrir í lýðræðinu að þú hefur rödd eða voice, það hefur right of exit. Þú mátt fara, Og þar að leiðandi halda að allt hitt komi sjálfkrafa. Því að þú veist, hvað ef að þín borg ekki að standa sig og borgarinn líður illa, þá getur alltaf að fara í næstu borg, Þetta nú svona fyrir ekki alveg eins og í lýsingu á ofbeldissamböndum, þar sem að þú veist, það einhver sem að ræður húsbóndinn í feðraveldinu, sem segir bara, ég meina, ef þú settir ekki við þetta, farðu þá bara. En hér ekki þessar regla, því ekkert að vera með múður, þannig að annars getur bara farið, en svo kemur það bara hversu raunsætt það að fara taka fjölskylduna og ef þú kannski hefur ekki einu sinni vegabréf eða líka það eitt fólk kannski heldur að þetta sé bara eitthvað ruglutaður í kýrstillanum, en þetta ekki þannig Trump hefur sjálfur talað að stofna frelsisborgir, það sem hann kallar frelsisborgir og þá hann að vitni í þessi efnahagszón sem rosalega vinsæl og meðal þessara neoreaktoriasm eða svona ný frjálsík eða svona ný afturhaldssinna ég veit ekki, ég veit að íslenskan fer svo illa með íhaldsmenn ný varðveislu sinna, eitthvað svona afturhaldssinna en mér finnst þetta rosalega og það fólk getur líka bara fundið á netinu, það komið vísir á svona borg. Það hún heitir Prosperity. Í Bandaríkjunum? Nei, hún í Karpahafinu, það eitthvað eyja þar
og þar getur þú til dæmis farið og látið sprauta í því einhverjum genabreytandi efnum og látið þú getur farið og gert alls konar svona læknisaðgerðir sem eru, þú veist, bannaðar annars staðar, skilur. Til dæmis. Þannig að þú veist, getur en pældi í þessu, ef það væri á Íslandi, þá getur kannski, þú veist, orðið hluti að Reykjavík, getur það kannski verið svona einhvers auðmanns og hann bara með sína notendaskilmála og ef þið líkar ekki þá getur farið í næstu borg sem verður kannski upp í Grafvogi og svona halda þessi menn, og þessi menn eru við völd núna, þeir eru við völd. Já, við vorum að ræða þetta við völd, þar að segja þeir eru ekki opinberlega við völd, þeir eru ekki með stjórnmálalegt. Jú, þeir eru líka komnir með opinbera valdið, í gegnum Trump. Nú, já, þeir eru bara beinlínis með einhver embætti. Já, meina, til dæmis J.G. Vance, þetta hann ekki, eða eitthvað svo leiðis. Já, varaforseti Bandaríkjanna, hann beintengdur þessum mönnum. Hann þekkir til dæmis svona Peter Thiel mjög vel, sko. Og svo þetta Project 2025, sko, það nú talað að það sé ýmsir á bakvið það og væntanlega eru þá, ég ætlaði nú að lesa þetta, átt að vera heimalestur hjá mér að töðrast í gegnum það rit, sko, sem hægt að nálgast á ritinu. Ég hef ekki kynnt mér það, sko, en ég hef samt heyrt að það sé bara mjög opinskátt, svona, stefnuplagg sem en Trump hefur alltaf sagt ekkert kannast við það, sko. En ég veit ekki alveg hvað rétt í því. Það allavega þessir trumpistar, sko, sem ég talaði að sé á bakvið og séu leynt og ljóst að komast til valda og þar sé, og kannski það sem við þurfum að gera ekki að, eins og þegar þú ert að segja þetta bara eins og einhver svona vísindaskálskapur, en að það sé svolítið mikið í húfi að við horfumst í augu við einmitt hvað nú þegar í gangi og hvað til nú þegar. Bara þannig að við getum kannski aðeins verið viðbúin og þegar þú segir þetta þá náttúrulega mjög virkar upplagt að vera með svona tilrauna borgríki, auðmanna borgríki á Íslandi. Snorri Sturluson, þetta væri að taka Reykholt og það væri bara að endurgera. Svo bara getur maður að fara á milli borga. En sko, þessum mönnum fúlast alvara, sko, og þú veist, það eru búið að vera að skrifa margar, þú veist, það sem kallað network state, sko, og þá það þannig að þeir byrjaði að stofna borgina á netinu og síðan bara reyna þeir að finna land til þess að kaupa. Og þannig svona smá saman náðu þeir einhvern veginn að stofna ríki. Það einhver 27 ára auðmaður sem ég man ekki nafnið á akkurat núna, en hann til dæmis fór til Grænlands í fyrra og reyndi að kaupa land þar til að geta stofnað svona frísvæði þar, eða svona economic zone. Og þannig og það eru gríðarlegir peningar á bakvið þetta og hann segir að þessi 50.000 manns sem eru orðið borgarar. Bara af því að hann býður þeim vinnur hann býður þeim vinnu við einhverju byggingu? Nei, hann býður bara að vera hluthafar, sko, og mega flytja síðan í borgina einhvern mann þeir finna land, hvort sem að það er á Grænlandi eða Afríku. Já, eða Íslandi. Já, en sko málið sko, þegar ég spilaði einu svona EVE Online, tölvuspil. Já, tölvuleikin og hann ekki að hálfu íslenskur? Jú. En þar akkurat þessi framtíðarsýn. Já. Það eru engin þjóðríki, það eru bara corporation og það eru bara hluthafinir. Þannig að þú ert ekki lengur borgari raunverulega, þú ert hluthafi. Já, þú ert hluthafi. Þannig að borgir, það er ekki lönd, það er fyrirtæki. Þannig þetta hinn, sko, virkileg fyrirtækjavæðing. Já, 3000 ár fram í framtíðina þá sjá þeir þetta svona fyrir sér. En auðvitað búið að vera leynt og mjög ljóst verið að breyta okkar öllum struktúrum í fyrirtækjavæðingin auðvitað eins og á Íslandi búin að vera dálítið brútal og andstaðan við allt sem heitir ríkiseign og ríkisvald og svona búið að vera raunverulega með miklum heilaþvotti, þannig að núna það skýtur svolítið, það er merkilegt þegar þetta er mjög kerfisbundið búið að brjóta niður, sko, félagslega hugsun.
En mér langar svolítið að því ég held að þetta hljómi rosalega framandi. Mér langar svolítið að fara yfir hugtökin sem eru notuð meðal svona í þessari kreðsu. Já, takk. Hérna, sko, þeir tala rosalega mikið um hérna Kaþró, eða dómkirkjuna. Og hérna þá er það þá í tölvuleiknum EVE Online eða er það að tala um... Nei, nú er ég aftur komin í Kísildalinn. Já, þú... Ég er aftur komin í Kísildalinn, fyrirgeðu. Ok, ég er það aðalega vitni í Kurt Jarvin sem er svona munnur. Talsmaður þessara... Já, ég fyrir sko, hann er ekki milljarðamæringur en þú veist, ég held að mér sagði hann að Peter Thiel, hann sína hendi hann peningu öðru hverju. Hérna, já, ok, hann sko segir sko dómkirkjan. Hann segir sko í raun að veru sko þín rödd innan lýðræðisins, eins og ég var að segja þann, voice versus exit, að þín rödd innan lýðræðisins, hún gildir ekki neitt út af dómkirkjunni og dómkirkjan sko fjölmiðlar, háskólinn og hérna, þú veist, það getur þess að vera Hollywood, bara menningar elítan. Þannig að þú veist, allar hugmyndir eru stoppar af þessum aðilum. Og þeir eiga hana, auðmenninir eiga þá líklega dómkirkjuna líka eða hvað? Hún er bara hluti af... Ekki þeirra hugarheimi. Nú? Nei, það er hérna... Dómkirkjan er ennþá sjálfstæð. Dómkirkjan er náttúrulega bara, einhverjir nýmarxískir prófessorar í háskólum sem heila þó fólk og eitthvað svona. Nú svolítið, já þannig að þetta er andstæðingurinn þeirra. Já, þetta er andstæðingurinn og fjölmiðlar menninni, sko, svona ákveðni dómkirkju svona fjölmiðlar og þú veist, það getur líka verið kvikmyndir og bara, þú veist, Hollywood, þessuna. Og þannig að hérna, hann vil meina að þú veist, þannig bara líðræðið, það bara stoppar þarna. Það er ekki hægt að breyta hennu, þú veist, þetta er meðal annars ástæðan fyrir því að hann vill að við færumst yfir í svona forstjóraræði. Má ég ekki með neðamálskræðin, rétt upp hendkennari, sko, er þetta þarna sem sagt, getur við þarna séð líka andstöðuna við vókismann og við menninguna, það er þessi áróður umverulega að það séu þeir háskóla og við hérna við Rauðaborðið og allt það séum við sem séum að ræna rödd almennings og við séum að standa í vegi fyrir lýðræðislegri þróun og fyrsta lýðræðið er svona illa statt hvort sem er og við mentafólkið er búið að eyðileggja það. Já, það er hvort það er bara blekking. Hvort það er blekking. Og fáræði. Og þá er þetta ekki málið að fleiri menti sig og fleiri taki þátt í þessari dómkirkju eða svoleiðis. Nei. Heldur sé málið bara að auðmennirnir reddi. Já, bara forstjórinn. Stofnandinn með stóri sínina. Hérna, sko, og svo hérna kemur næsta hugtak og þá segjum sko að ég sé þessi munnur, málpípa og ég segi við þau Oddný, menna ég skal afhjúpa sannleikan fyrir þig. Viltu taka rauðu pilluna og sjá allt eða viltu taka bláu pilluna og halda áfram í dómkirkjunni? Í blekkingunni. Í blekkingunni. Og þetta notaður mjög mikið, sko. Þeir segja, ég skal svipta hulunni. Og þetta er mjög mikið notað hugtak. Og svo náttúrulega er ég búin að fara yfir þetta, það sem er notað rosalega mikið er sko, viltu hafa rödd eða viltu hafa útgönguleið, exit, voice versus exit. Okay. En vald, að því nú eru þeir náttúrulega með þessi, er að ásælast þessi völd raunverulega sko, en röddin, þeir eru búin að segja að röddin sé hvort sem er ekki neitt eiginlega. Já, hún týnist bara í dómkirkjunni. Já. Þannig að ef þú ert með exit þá þú ert raunverulega, hvorugur valkostur ert þú með borgarlegt vald og þú ert ekki með mannréttindi? Nei. Þannig að það er bara einn með absolutt vald innan síns efnahagssvæðis. Og hérna, þetta er það sem að hann, til dæmis ef ég held áfram að því að hann er svo skýr, Jarvin, og hérna, þú veist, og hann er í raun og veru bara sko, hann vill afnema lýðræði og ég held að hann sé svona að segja það sem hinn er að hugsa. Já, en það er sko, hann vil svona meina það að þetta komi, sko í raun og veru er þetta rosalega mikið bara svona neoliberalism en gríðarleg trú á tækni og tæknilausnir en sko ég er samt ekki alveg vissum að allir neoliberalisar vilja meina að þeir séu sko lýðræði sinnar skilur en þeir eru bara opinskátt bara nei, lýðræði er ónýtt. Og þannig að tæknina á að sjá það og einhver innvaldur sem á tæknina
sem sagt þannig að tæknin, en hvað er gylliboð? Þú talar þarna bláa pillan eða rauða pillan, hvað er eiginlega jákvætt við það að vera inn í þeirra borgríki? Er það þá því þú ert hluthafi og þú átt þá einhvern peninga, sem sagt? Já, þú ert hluthafi og þú mátt fara. Já, já. En þetta virkar náttúrulega bara ef það eru margar borgir, skilur við. Já, og þá getur farið yfir í næstu borg. Já. Þannig að þú veist, samkvæmt þeim þá verður ekkit þrælahald, verður ekkit bannað, Nei. En þeir vilja þá bara minna, já, akkur ætti að vera þrælahald. Ég meina, getur ekki fólk farið? Ég meina, það er alveg til hlekkir, hvort sem þeir andlegir eða raunverulegir, En þeir skilgreina ekki sem þrælahald endilega að því að út af þessu exit möguleika, þessum að þú átt rétt á að fara, já, sem er náttúrulega svolítið svona sérstætt líka að koma mjög illa fram við einhvern sem farið þá bara eitthvað annað og hvernig á jafnvel viðkomandi að út búin að brjóta niður einhverja fjölskyldu og hvernig á hún að komast, Já. Það fylgir ekki með í pakkanum. En samt, ég meina að við tengjum þetta við að það sem að Þorlaug Borg er að segja, þá er þetta er hugmyndafræðin á bakvið. Þetta er það sem þessi menn trúa og þetta er það sem þessi menn vilja. Og þeir hafa svona ofmetnast rosalega mikið, allir sinni velgengni. Og þeir og ég meina þetta er náttúrulega kannski bara það sem er hættulegt við auðræðið er að þú veist svona fólk með rosalega skrýtnar hugmyndir fái allt of mikil völd og getur hreinlega hrint þeim í framkvæmd þess að þeir eru að gera núna. Það er engar eftirlit, það er ekkert sem að það er talað og hún talaði það líka Þorlaug, þó Evrópusambandið er að reyna að hefta og vera með löggjöf og eftirlit með Eina sem myndi virka, þetta er voðalega máttlaust í Evrópusambandinu, þeir eru bara alltaf að sekta Google og Facebook reglulega og jáfnvel Microsoft en þetta er bara svo máttlaust, ég meina þeir græða meira á lögbrotunum heldur en að sektin er, þannig að ég meina ef það væri ykkur alvara þá myndum við náttúrulega bara sitja digitala vegg eins og Kína og þá myndum við verða til evróskir hugbúnaðir, skilur við, og þá væri þetta virkilega innan, þú veist, ég veit alveg margir tækni gaurar úti er já, það er ekki hægt að hefta interneti, það er bara Kína gerir þetta bara mjög vel og það er bara þannig að jafnvel þó að sé hægt að komast yfir einhvern þröskuld, hvort sem að hann sé rafrænn eða ekki, þá er bara 90% af fólki sem nennir ekki að fara yfir þröskuldin, jafnvel þó að sé til leið fram hjá hann, Þannig að En þú segir Kína gerir þetta vel, það er að segja, er það ekki líka ákveðnir einveldistilburðir þar þegar þú ert að ritskoða, þú veist, er það ekki svona ákveðin ritskoðun? Eða þá þú ert að gefa innlendum forræðurum tækifæri að búa til sínar hugbúnaðarlausnir. Þú getur alveg litið af þannig. En Evrópa er engin svoleiðis tilraunamennska í gangi, er engin viðleitni til þess raunverulega að skora þetta? Það er eitthvað svona viðleitni að reyna að leysa þetta með löggjöf og eitthvað svona. Ég held bara að það er bara svo máttlaust. En það er náttúrulega þegar að tala nýsköpunin í Evrópu, fjármagnið til nýsköpunar fer kannski meira og minna í hernaðarlega uppbyggingu kannski, þannig að þá er á meðan það var ekki það sem Þorlaug sagði beinlega sem maður gæti svona lesið milli línana, þessi áhersla á öryggi okkar að við þyrftum ekkit síður að huga örygginu á þessu sviði. Það er að segja að við hefðum tjáningafrelsið okkar. Ég held nú reyndar eins og hann að rannsókn meistara reykjarð held ég Brexit og hafi nú bara verið svona eitthvað verið að tala inn í það er eitt sem þú komst inn á varðandi þessir menn trúa því að nýsköpun verði til í einkafyrirtækjum en í raun og veru til dæmis þessi sími allar grunnrannsóknir urðu til út af ríkistyrkjum aðalega hernaðarstyrkjum menna þú veist síminn getur skynjað rafsegulsvið, það getur skynjað loftþrýsting, það getur skynjað stöðu á símanum og fyrir hvað haldið að þetta hefur verið þróað?
Haldið þetta hefur verið þróað til þess að þú geti talað í síma og hann geti skynja hvernig þú setur síman að eyranu. Þar með slökkvi á skjánum. Nei, þetta var hannað til þess að fyrir eldflaugar og ýmislegt annað til þess að stýra eldflaugum og þvíumlíkt. Þannig að sko, þetta er svo mikil blekking hjá þessum mönnum að halda það að hérna, þó svo að það sé ekkur kapitalisti sem að geti búið til enda vöru það að hérna, þeir séu upp á endir nýsköpunar. Það er til dæmis, það er til mjög góð úttekt af því að sko bara allt í iPhone er þróað inn á háskóla og hernaðar. Og Silikondalurinn er eiginlega bara byggður á hernaðar þróun. Það er ótrúlegt hvað einmitt ríkisvaldið sem hefur einmitt styrt þessa nýsköpun, líka á Íslandi hefur verið talað sko, raunverulega tapar síðan sem sagt ávöxtunum, alveg bara ávöxtunin rulla út úr körfunni sko, þú veist, þannig að þeir koma raunverulega ekki vegna þessari hugmyndafræði, það er bara einhver hugmyndafræði sem að bannar þá ríkisvaldinu að eigna sér eða nýta sér þessa nýsköpun sem að ríkisvaldið þó hefur kostað. Við erum að reka svona nýsköpunarsjóði. Mér skildi að við seljum alltaf áður en að hagnaður kemur. Kerasis og bara öll þessi fyrirtæki. Já. Þannig að þetta er náttúrulega nýtist þessum gaurum þarna. Þetta er líka bara held ég hugmyndafræði. Þú bara trúir því að ríkið eða svona almanna þú veist, eignarhald sé bara í eðlisnum slæmt. Það þarf að vera enga fjárfestir sem að geta tekið ákvörðun og láti gera hlutina hratt og örugglega. En Guðröður Atli, tæknimaður, titlaður og spekulant, sko, þú lyftir símanum núna og svona fórst með hann eins og eldflög. Þetta kemur aðalega frá hernaði og háskólum. Já, svolítið leiðilegt hvað háskólanir eru mikið í tengslu við hernaðin, sko. En hvað með núna er búið að vera svolítið margar ráðstefnur eða svona mikið umræðinni þessar öryggisógnir okkar, sko, beinlínis tæknilegar þar að segja í tengslu við njósnir og tengslum við sko bara kaplana okkar og þú veist hversu vel er staðið að því að verja þessa innviði sko og svo kemur þetta persónulega. Hvernig getum við þetta með sko málið er það er svo erfitt að greina þá umræði út af því það er alltaf einhver svona hernaðar sko áróður undir og áður en þú veist það þá er farið að nefna óvinveitt ríki og þá er óvinveitt ríki yfirleitt Kína og Rússland en málið er just, ég held að þau séu ekkit rosalega mikið að njósna að bara ávið segjum bara þú veist Bandaríkin eða allar þær 20 leyniþjónustur sem þar starfa svona er líka það að þú verður að vera eitthvað ógn eða samkeppnisaðili til þess virði að njósna þig. Er eitthvað á Íslandi sem er þess virði að njósna Já, ekki spyrja mig. Ég held ekki. En svo virðist vera Guðröður að allir þessi rithöfundur og blaðamenn eru mjög handteknir og þeim er stungið í steinin eða þeir drepnir beinlinis, blaðamenn til dæmis. Já. Þannig að sem er að möndla með upplýsingar þeir eru með þennan tjáningar, þeir eru að virkja tjáningafrelsið og eru með þessa rödd, virkja rödd sína eða nota röddina, beitinni. Já, sem að Dómkirkjan drepur. Já, það er bara það er kannski ekki eins og spurning hvort þeir eru sérstaklega með sko, hvort þeir eru eitthvað sérstaklega með einhverjar mikilvægar upplýsingar, það virðist bara vera það að vera að ógna þessu einræði, það virðist vera stundur nóg. Já. Samkvæmt allavega ef maður kíkir á skýrslur Amnesty International, þetta eru ofta ekkert einhverjar hættulegar upplýsingar kannski. Nei, ég meina ég held að sko vandinn er ekki skortur á upplýsingum. Það er miklu frekar háaðin að núti. Það er til rosalega mikið upplýsingum. En bara... Jú, en ég held sko það sem að við alveg rétt, ef einhver segir, eins og ef tæknifólk segir, ég hef heyrt bara í Ríkisútvarpinu viðtal við svona einhverja tæknifröðumenn sem segja að það sé ekkert mál að njósna
þig í gegnum hennar síma? Já, ég myndi ekki segja ekkert mál. Nei. En það er sko, það er alltaf einhver þröskuldur. Og ef þú kemst yfir þröskuldin, þá er það hægt. En meina, hvað þarf það að eyða? Kannski mörg 100.000 klukkutími í það. En sko, til dæmis Ísrael, svo getur keypt svona hugbúnað af þeim til þess að brjótast inn í nánast hvað sem er, sko. En er ekki svolítið, það eru eiginlega öll þessi ríki sem hafa eitthvað hernaðarlegt bólmagn, eru líka með, virðist vera einhvers konar, hvað kallaður leyniþjónustulegt bólmagn eða svoleiðis. En þá kemur bara spurningi hvað einmitt, ég held að fólk sé ekki hrætt við þetta vegna þess að spurningi af hverju skildi einhver vilja njósta okkur? Já, ég meina við erum náttúrulega bara svona neytendur og við skiptum ekki máli. En við náttúrulega skiptum máli sem eitt púsl í stóra sko spálíkaninu hjá þessum big data sko, þessum að eiga þessi risa gagnalíkun. En við sem einstaklingar eru náttúrulega bara viðskiptavinir og eitthvað sem þarf að búa til spálíkunum. En sko þannig að við nýtumst þannig bara með þáttöku okkar á samfélagsmiðlum, þá erum við raunverulega að fóðra framtíðar yfirráð þessara auðmanna vegna þess að við erum að taka þátt í því að sko, láta okkar hegðun fara inn í spálíkunin. Þannig að þótt við segjum, mér er alveg sama vegna þess að það mega nú allir vita hvað ég gerir dagsdaglega, þá kannski er það ekki bara spurningu það, heldur erum við Já, við erum púsl í þessum risastóru spálíkunum. En það væri ekki stórkostlegt við eins og Íslandi við eigum mikið af flottu tæknifólki og eins og þú ert að forrita og væri ekki hægt að búa bara til ný samskiptaforrit og taka til okkar á. Mér finnst að við ættum bara að síja út Facebook, Twitter og bara segja búið til íslenskan samfélagsmiðl. Ég meina, bara gefa eitthvað svona rými fyrir íslenska lausnindi að koma fram. Ég er ekki að segja, ég meina, það verður alltaf hægt að komast fram í á þessum þröskuldi. En ég held að það væri sniðugt. Ok. Ég var að segja þetta gott í tæknispjalli Guðröður Atli Jónsson, tæknimaður og sósíalisti, sem að þekkir til og nýtir, þú náttúrulega þekkir til tækninar og nýtir þér tæknina og ert mjög jákvæður að mörgu leyti, en varar við raunverulega þessu... Já, þetta getur aukið skettaskiptingu út af samfélagsgerðinni, en sko, mér finnst gervigreindin nú svolítið skemmtilega, af því að hún er skemmtilega mannleg. Hún gerir mistök og veistu það að gervigreindin er hræðileg skák. Það er þó einhver von. Já, ég meina, þú veist, það er náttúrulega langt síðan að það var hægt að búa til forrit sem að unnu alla skákmeistara. En þetta er svona svolítið sýnir að gervigreindin hún er mjög mistæk og og til dæmis hún er ekki góð í svona, þú veist, eins og til dæmis skák. Og það er margir svona þeir sem eru svona segja það er svolítið mikil umræða innan gervigreinda heimsins það hvort að þetta sé raunveruleg general AI, þú veist, hvort þetta sé hvort þetta sé raunverulega greind og ég er svolítið á því að þetta er í raun og veru ekki greind, þetta er í miklu meiri bara svona speglun á mannlegri þekkingu og þú veist, þetta er svona og þeir segja ef að tilgangan er rétt með það þú veist, að þetta er svona líkindareikningar og heilin okkur virki í raun og veru þannig að þú veist, þeir kalla þetta með þess að neural network, þessi líkindamódel. Þannig að þú veist en ég myndst þetta bara áhugaverður punktur að gervigreindin er lélega skák. Gervigreindin er kannski ekki svo greind, enda fer hann eftir því sem við höfum rætt hvernig þú skilgreinir greind, hvort það er sköpunarkrafturinn er þar inn í og bara viðkvæmnin og samkenndin og allt það. Við náttúrulega höfum ekki til dæmis kannski flokka samkennd til greindar, þannig að... Hún getur líkt eftir samkennd, sko. Já, hún getur líkt eftir samkennd, já, en alvöru samkennd. En sko,
núna stöndum við fram fyrir því eins og til dæmis rithöfundar ætlaðir að láta höfundaverk sín inn í þessa púlju. Ég held að það hefur ekkert val. Hefur ekkert val, en það er þetta bara, þú veist, eigum við að neita því og þá er sagt, þá ertu raunverulega að hamla þróun, mikilli þróun sem getur verið alveg rosalega lýðræðisleg og einmitt sérstaklega valdeflandi og sósíalísk og svo leiðis, en svo bara með einu pennastriki er hægt að breyta því í algjör tæki. Kapitalist samfélagsgerð, það bara gerir frábæra hluti af bara, þú veist, ógnvaldi. Já. Við höldum áfram að vera á varði og upplýsa okkur innan frá og utan Guðröður Atli Jónsson tæknimaður. Kæra þakki fyrir að koma að Rauðaborðinu og þannig ljúkum við Rauðaborðinu í kvöld. Mér langar til að þakka viðmælendum okkar kærlega fyrir komuna og að Rauðaborðinu og ykkur sem að hlustið á okkur og horfið á okkur og fylgist með okkur og styrki okkur með því að dreifi efnin okkar, ræðum það og svo eru sumir sem að styrkja okkur enn frekar með fjárframlögum. Það er hægt að gerast áskrifandi að samstöðinni með því farin á samstöðin.is og íta þar á hnapp sem heitir áskrift og leggja til 2500 á mánuði. Það munar minna og við þökkum kærlega fyrir allan stuðningin og alla jákvæðinina og alla þáttökuna líka í samræðinu. Mér langar að þakka Pétri Fjellsteð og Laufey Líndar Ólafsdóttur fyrir að vera við tæknihliðina og varpa samræðinu yfir til ykkar og ég óska ykkur bara góðrar nætur. Takk fyrir samveruna. Segðu það á Samstöðinni. Samstöðin er í eigu hlustenda, áhorfenda og lesenda. Sláist í hópinn og gerist áskrifendur.